Velkomin. Takk kærlega fyrir. Herðu, þetta komið í loftið og það alltaf sama hérna þegar það ítt á upptöku. Það veit maður aldrei hvernig maður á að byrja þetta, en með því að tala það, þá þetta bara að byrja. Það yfirleitt kemur svo leiðis. Bara ef maður byrjar einhvern veginn að mala og þá einhvern veginn koma hlutinni til sem maður þarf að hræra. Já, það er bara svolítið svo leiðis. Og ég kynna mig við það. Endilega. Ég heiti Andri Spertelsen. Já, sættu blessaðir. Já, sættu blessaðir. Sveita Jálkur úr Skagafirði. Já. Og við ætlum að ræða nokkra hluti hérna. Ég finnst það skemmtilegt, þú varst að tala efnahæðin bara hérna í nokkru löndum. Wall Street og síðan þess að rafmynd. Rafmynd er Ponsíð maður. Já. Hvar viljum við byrja? Sko, er ekki bara einfaldast að byrja á Íslandi? Þú veist, er ekki hérna, þurfum við ekki að skoða aðeins hvernig haldið á spöðunum hérna, skilur. Þú veist, ég ætla að bara taka það fram, skilur, ég er ekki haffræðingur og ég er ekki efnafræðingur, en ég hef samt eitthvað menntaður, eitthvað pínlítið, kannski markaðsfræðingur og skipstjóri og ég er með rosa sterkar skoðanir á skilju hvernig við erum að byggja upp Íslandið okkar skilju. Það er og það er örugglega fullt af hlutum sem ég kem til með að segja sem á bara eftir að fara fyrir brjóstið á fólki. Mér er eiginlega bara pínu alveg sama sko. Okay. Því að ég eins og sagði við tæknimanninn náðan skilju, ég hef aldrei eftir að segja eitthvað ljótt einhverja mannesku. Aldrei nokkuð tjá. Og ef ég tala manneskjur þá var ég að gera til þess að hrósa en ég má alveg hafa skoðanir á sko, stefnum og svoleiðis hlutum mér finnst það bara allt í lagi mér finnst það bara hollt ég held að flestir ættu að hafa skoðanir að láta ekki allt yfir sig ganga og svoleiðis Þetta vantar í okkur Íslendinga en gaman að heyra að segja þetta af því að við höfum engan áhuga á pólitík, við nennum ekki að fylgjast með henni og þess vegna þetta svífir það svo rosalega á almenningi með brettum og spillingu og það merkilegt. Bara öllu skil, við bara ef við tökum bara svona einfalda hlutin skil, ef við tökum 10 ár aftur í tíman og við skoðum hvernig starfsmannamál hafa þróast á síðustu 10 árum og þá hafa stór fyrirtæki í Íslandi hafa verið að losa sig við svona 10-15% af starfsfólkinu sínu og þessi 10-15% af starfsfólkinu hafa verið ráðin hjá ríki og sveitarfélögum. Já, þetta að færast svolítið í kommunisma. Ég myndi segja það skilju. Við vorum að fylgjast með til dæmis svo Stafran Reykjavík sem að mér fannst alveg svona svolítið áhugavert verkefni. Eitthvað verkefni sem er búin að eyða einhverjum 2+ milljörðum í að gera skilju að láta okkur, ég veit ekki hvað, hverfakostning og eitthvað svona fullt af einhverjum hlutum sem átt að vera voða næst fyrir okkur. En sú deild er lögð niður í fyrra hjá borginni með óklára verkefni. Okay. Eftir að það er búið að eyða 2 milljörðum. Já. Hvað erum við að biðja skilju? Erum við ekki að fara að gera kröfur, er þetta ekki nóg skýrt hvað við erum að biðja eða er fólki sem er við stjórnvöldin færða bara einhvern veginn að vinga það sem það ætlar að gera, það heldur ætlar að gera það, hvernig það ætlar að gera það, það er svo sé ekki neitt skýr stefna í hvert við ætlum að fara. Nei. Og það finnst mér svolítið skrítið þegar það er búið að taka, borginni sárvantar pening, þú veist, af því að, við þurfum að eina leiðin fyrir borginna núna til þess að eignast pening hvað, selja lóðir. Já, flytja flugvöllinu burtu, það verðist vera svona örðþrega ráði í gangi núna til þess að selja lóðir. Já, til að búa til pening. Til þess að búa til pening með að selja lóðir, skilju. Það verðist vera. Okay. Þannig að ef að öll stóru sveitafélögin í Íslandi, skilju, eina leiðin þeirra er til þess að eignast peninga er að selja lóðir. Hvað gerist þá fyrir lóðir? Það er hækka. Já. Væntanlega. Já. Og það verður erfiðar að fá þá. Og hvað gerist ef að lóðirnar hækka? Þá eru það auðmennir sem kaupa lóðirnar, þú veist, þeir sem hafa meira milli handanna skilju, þeir kaupa lóðirnar, þeir eru þá orðnir, þeir sem að kaupa, byggja, selja eða eiga, veist, og þar alveg keyrir upp allt húsnæðisverð á Íslandi. Já, það er alveg rétt. Og finnst okkur þetta bara allt í lagi, þú veist, á sín tíma þá var lóðum úthlutað.
Já, og það ennþá þetta, en manni finnst vera svolítið að halda utan að útluta þær til að halda verðun uppi. Maður hefur eitthvað neginn þannig tilfinningu í dag. Það er það sem maður færa á, skil. Já, frekar verið að passa upp á, græða sem mest heldurinn, reynum að lækka verðið með því að henda út nógu anskotu mikið á lóðum til að byggja á. Já. Þetta er rugla. Reyna frekar, og allt þetta, þessi þjætting borgar, skil, maður er bara, eitt mesti grautur sem ég bara veit það hver einasti einstaklingur sem býr á höfuðborgarsvæðinu, skilur, situr í bílnum sínum á morgnana í hálftíma 45 mínútur, á 10 mínúna kafla, og er pirraður út af því að það er búið að þjætta byggðina svo svakalega og það er ekki búið að bæta innviðina á neitt hátt. Ég heyrði eitt félagi minn sem er svona mikill hann er starffræðingur sem er búin að vera að vinna fyrir hann er búin að vera að vinna þessu car automation að hvernig sjálfkerandi bílum í LA og fyrir einhverjum 3 árum síðan sagði mig skilu að innan 5 ára þá yrði engin höfuborg sem myndi leyfa annað heldur en sjálfkerandi bíla. Ég held að þetta sé ekki alveg að fara að gerast hjá honum, ekki alveg strax, en mér fannst það mjög áhugavert þetta meikar alveg fullkominn sens í raun og veru ef að þú ert bara með bíla sem eru keyrðir áfram á sjálfstýrandi ljósum sem eru reknir áfram á gervigreind og þá kemur þú bara og leggur í stór bílastæði fyrir utan miðborginnar og þú kemur og tekur automatískan bíl til þess að fara og ferðast inn í borginni til þess að fækka þá umferðarslysum, fækka þú veist, þá náttúrulega þarf ekki bílastæði, þannig að þú getur byggt á þessum bílastæðum sem eru þá inn í bæ af því að það er allt saman autokeyrt og við förum þangað en hvað er Reykjavík að gera? Hvað er við að hugsa þarna? Nei, það er frekar að við förum bara í strætóna það er það sem við vera stefnan að koma okkur öllum í strætó með þessari þéttbyggð. Ok, strætó, alveg bara gott pláss. Ég var til dæmis í mánuði fyrra, mánuði fyrra í Barcelona og ég fór aldrei á einkabíl og fór aldrei í taxa, ég fór alltaf í strætó. En hann kemur bara tíminn til fresti þar. Ok, þannig að vandamáli hérna er þá ekki að okkur vanti sér borgarlínu eða línu til þess að keyra heldur að okkur vantar fleiri strætóa. Já, betri samgöngur. Þannig að ef það væri fleiri strætóar skilur alltaf, ef við myndum bara fjölga strætónum 2-falt myndum borga fyrir það, hvað ég segja 2 milljarða og reka þá frítt. Ég held að myndi taka svona 10 ára að ná upp í þess að 28 milljarða sem eru í borgarlínuna. Já, ég veit ekki með þessa stefnu sko. Eina sem ég veit með þetta og vil segja er að allstaðar það sem er þéttstefna og byggðin er mjög þétt og þetta er kannski sama höfutala sem að því að búa að rannsaka þetta. Allstaðar það sem var svona mikil þéttbyggð, það virtist fólk vera miklu meira í því að myrða hvort annað. Og þetta var gert, það er það sem er ekkit grænt, en það sem allar borgir sem að hafa verið kannski 2 milljónir í þessari borg, nema þessi hérna borg er með mikið á skóum og grasi og langt á milli húsana, lítið á morðum. En síðan var önnur borg með 2 milljónir, ekkit grænt. Engin skóar á milli húsana, ekkit langt á milli húsana. Þar voru morð mjög algeng. Já, við erum, þú veist, því meira sem blokkar af sólarljósinu skilu og tekur af þessum harmonisandi svæðum skilu sem við þurfum á að halda. Ég er alltaf vitni í Gumma Emil sem að segja alltaf við eittum 90% af æfinni úti skilu, núna eigum við 10% af æfinni úti ef við náum því og sjálfsögðu leið okkur betur ég er orðið svoleiðis komin á gamals aldur og núna ég get bara ekki orkuna í það lengur mér líður bara illa ég get ekki farið í kringluna ég kalla það kringluveikina ég bara get það ekki bara, það er bara eymd sem að ég einhvern veginn er að skynja úr loftinu ég allavega tólka það sem eymd fólk að eyða peningum sem það á ekki sem það getur ekki borgað en er samt að gera það til þess að annarkvort að friðþægja börnin sín svo að hætta að betla eða þá bara til þess að reyna að vera eins og sigga á móti Já, leita líka svona að einhverju fixi bara til að þetta er svona röss fíkillin, materiál og út af því að það er eitthvað það er eitthvað andlegt gat innan með fólki og þess vegna er það að reyna að leita í þessa hluti og það er það sem ég finn þegar ég fer
fer inn í kringluna skilju, eða ég bara þar inn í búð þar sem ómikið fólki skilju. Ég verð bara skrítin. Já. Þú veist. Það geta margir fyrir kringluna eða margir fara í kringluna verður síðan bara ótrúlega andlega þreyttur og þurfa bara að fara heim að leggja sig. Já. Það gott merki það sem þú ert að segja. Maður fær bara endurlist af svona neikvæðri orku einhvern veginn. Já, veist að við erum bara stór svona safnari, skilju. Við erum bara að taka allt svona tíðninni hjá öllu, við tökum þetta allt inn til okkar, skilju. Svo þegar ég kom út í sveit, þú veist, ég sumbústað fyrir Austanfjall og ég fer þangað og bara út að slá allan daginn, skilju. Þá ég bara fít, sko. Ég reyna að vera ekkert inni, sko. Nei, það gerir þetta allir. Svona, veist, það eru allir sem segja þú ferð í bústaði viku, kemur endur nærðu tilbaka. Já. Og þá það því þú búin að vera með náttúrunni. Þannig að auðvitað ég að reyna að halda náttúrunni í borginni. Ég eiginlega, sko, þetta helsta ástæðan fyrir ég á móti svona rosalegri þéttbýð. Við þurfum að hafa garða, við þurfum að hafa langt á milli húsa, við þurfum að sjá grænt og finna lyktina því. Algjörlega, sko. Ég er algjörlega, þú veist, við erum á rosalega rangri leið með hvernig við erum að hugsa þetta, hvernig við erum að hanna þetta. Þú veist, fyrir utan, veist, ég sé bara eins og með skólan og dóttir minni. Núna hún í Smáraskóla. Og veist, það aukning í bekknum hennar núna á milli ára, skilju, hún byrjaði í fyrra vor og var svo ánað þegar voru svo fáir, að því að voru svo margir í Vatnsendaskóla. Og svo fáir í bekknum, þannig hún fekk einhvern veginn meiri hjálp, skilju, við kennslun eða við lærdómin og annað, skilju, þannig að hún var bara mjög sátt við það. Og svo kláraðir hverfi fyrir ofan Smáralindina og það náttúrulega bara fyllist að kökkum, skilju. Þannig að bara ég jókst einhverja 15-20 krakka í árganum hennar. Þú veist, bara pum, þú veist. Og þetta náttúrulega bara komið út af þéttingunni. Þú veist, og við erum náttúrulega með skóla sem eru byggði fyrir ákveðin fjölda af fólki. Og svo allt í einu þeir byrjar að sprengja utan að sér, skilju. Og ég tala ekki eins og var upp í Vatnsendaskóla sem að það voru 2 bekkir kendir saman, það voru 3 kennarar og 60 nemendur. Já, spáði. Hefðir þú getað setið í skólastofu með 60 nemendum? Nei, lætin sem að voru og bara erfitt að halda þeirri orku niðri, sko, því að krakkar eru þetta að æsa hvort annan upp. Það bara, þetta gerist það og síðan getur ekki einn haldið utan þennan fjöldaða börnum. Þú sért 3, skiptir bara engu máli. Nei. Þú veist, það bara ekki takt að ráða við þetta afl, skilur, þú veist, og halda einbeitingu og setja sér fram verkefni og, þú veist, ég get, ég náttúrulega, kannski ég svolítið bæklaðar þessi litinni til, því ég náttúrulega kemur sveitaskóla, þú veist, ég var í Akraskóla í Skagafirði, við vorum 7 í mínum árgangi og reyndar koma inn það var heimili fyrir erfið börn sem var á Egilsá og þannig að það voru börn sem að foreldrarnir gátu ekki svona fyllilega hugsaðum, skilju, þannig að þau þurftu aðeins að fá aðstóð á sálfræðingar og félagsfræðingar og fleira mjög fallegt, Allan Mortensson með þetta og þannig að við síðan fórum í skóla, þannig að bættust við 2 í bekkinni okkur bara í 11 og 12 ára og síðan förum við í stærsta árgang sem í Varmalega skóla sem hefur nokt í hann verið og við vorum 32 og þá skipt í 2 bekki þannig að það skóla upplifinu mín, skilju, og ég get ekkert kvartað yfir þessari upplifinu, skilju, ég var svona fram á 13 ára aldrei var fínn nemandi, sko. Já, ok. Það þannig til að, eitthvað gerðist, sko. Já. Og það ég get ekki kvartað yfir skólauppbyldinu mín, ég var alls ekki, sko. Nei. Þú veist, eitt svona hálfvita dönsku kennari, skilur, en that's about it, sko. Það er alltaf þessi eini kennari. Það er alltaf þessi eini. En sko, það sem þú minnast á þarna, það bara skemmtilegt að fara þarna, því að ég akkurat ganga í gegnum. Ég vil nú ekki segja hvað skóla dóttir minn í núna. Nei. En við vorum að færa hann skóla út af þessu, hún var í skóla sem eru yfir 700 nemendur og hann var bara of stór og þetta var bara of mikið, hún var of æst og síðan núna hún komin í nýjan skóla það allt annað, hún mun rólegri hún lærir mun betur, hún einbyttir sér mun betur, bara því að það eru miklu færri nemendur þarna, miklu minni bekkurinn sem hún í. Það bara munur og þetta akkurat bara að gerast núna. Ég var í skólanum hjá hann í gær að tala þetta við kennaran bara akkurat þetta. En þá kemur líka einu, skilju, af hverju við sem foreldrar, af hverju fáum við ekki sjá tölfræði skólana? Af hverju tölfræðin ekki opin
þú veist, þeir vita nákvæmlega hvað er að gerast, ég ætla að vona þeir viti í mentalmálrandur hvað er að gerast innan skólakerfisins sem þýðir það að þeir hljóta hafa tölfræðum fjölda nemenda, fjölda útskrifarnemenda, fjölda nemenda sem fara í langtíma nám þú veist, þeir hljóta að vita þetta úr hverjum skóla og hvernig, þú veist, ég veit að við erum búin að taka samræðbróðum þó að sé að vera núna að fara að taka samþætt kerfi aftur, skilur og ég er þakkláttur fyrir það þú veist, ég hef verið bara milist mjög á það en þú veist það hlýtur við til tölfræði allar greinar í dag, skilur, skiptir einhver máli hvað þú ert að gera, skilur, þú byrði tölfræði þú veist, af hverju eru tölfræði upplýsingar skóla ekki opinberar heimasíðu skólans? Þetta er góð spurning. Hefur einhver reynt að fara á eftir þessu, veistu það? Ekki hugmynd. Nei. Ég fór bara, þetta er mjög áhugavert. Kona mín benti mér að var að pæla í þessu, skilju. Þegar við vorum að skipta skóla, við vorum svona, ég veit ekkert þennan skóla. Nei. Ég veit ekkert hvernig hefur gengið, ég veit ekkert hvort þau eru að skila sér vel inn í framhaldsskóla, ég veit ekkert hvað er að gerast, skilju. Af hverju veit ég það ekki? Þetta er rosalega áhugavert og góð spurning og ég hef bara aldrei spáð í þessu. Þú veist, þetta var mjög, ég hugsaði sko þegar hún fekk þessa hugmynd, þú veist, ég pældi mikið í þessu, skilju, af því að sérstaklega ég vinn mikið með tölfræði, skilju, ég skoða mikið að gröfum og er að pæla í svona hlutum, skilju, fæslur á alls konar hlutum. Og ég er bara, þetta er eiginlega pínu absúrt, skilju, að við sem foreldrar, skilju, getum ekki valið skóla og líka, ef þú pælir í þetta hlýtur að bæta metnað kennara. Alveg 100% sko, það ætti að vera gert opinbert hvernig árangur skólans er eiginlega á nemenda, meðalengarnir og allt þetta. Að sjálfsögðu, því hver borgar þetta? Við borgarum. Já, þannig að það væri skemmtilegra kerfi og já, myndi íta undir að kennara vandi sér betur við að kenna nemendunum og skili beri árangur. Strákar ennþá vel læsir, svona þessum mér finnst bara eitt af sorglega sem ég hef heyrt sko að strákar bara 10-11 ára gamli sín séu bara ekki læsir. Nei. Við erum að missa taktinu við að taka utanum, þú veist, að því að ég veit ekki hvort að það er lyfjavæðingin eða hvað sem er búin að koma inn í, skilju, en finnst þér ekki pínu sorglegt að við ADHD strákarnir, ofvirku strákarnir sem vorum í skólanum, skilju, þeim tókst að kenna okkur að lesa og skrifa, þú veist, og sumir okkar voru skrifblindur og lesblindur allt saman og einhvern veginn tókst þeim að koma okkur í gegnum þetta samt og svo förum í lyfjamókið og okkur tekst ekki að kenna þeim. Nei, en það er í dag meira bara verið að dópa upp börnin. Ég nú talaði þetta mikið í þáttunum núna þegar en við verðum að taka þessu umræði enn dagið eftir að skamma mig eftir bara, og að fara að tala um eitthvað nýtt það var ég leitið inn á þetta, skilji, þetta var algjörlega og annar vinkill líka, held ég þú veist að við höfum ekki að bæta ástandið, þú veist, við höfum ekki að bæta menntunina með því að lyfja krakkan okkar þegar það er að versna. Já, sko ég er búin að tala mikið þetta og þetta er búin að liggja mikið á mér að skólar eru byrjaðar að nota þessi lyf með þessum hegðunarlyf bara heldur en að læra. Það verðist vera og aðrir foreldrar eru samt að samþykja það ef þú átt barn með ADHD þá eru þetta pressað á því úr kallar á foreldrafund og þú ert heila bara neyddur til að setja barnið á lyf. Það er bara ítt og ítt í því af þeim sem eru í skólunum, ekki lækninum, heldur að kennurum. Og sem gefur undan á endunum. Það er bara eðlilegt að fólk gerir það af því að þið bara tala þetta er best fyrir barnið þitt. Og barnið fer kannski á lyfið. Og fyrstum sinn, þá verðist það betur að bætast og læra og einbetta sér. En síðan verðist vera langvarandi neysla af þessu lyfið, þá verðist það að missa einbettinguna aftur. Og það er það sem fólk talar ekki um. Það er bara, þetta er svona eins og bíl sem þú ert að setja rafmagnskaplan á og ert að jumpstart honum í gang. Það er fleira þarna. Miklu fleira hefur þú skoðað síðuna sem heitir ég man ekki hvað þetta er nákvæmlega slóðina, skilju, þetta snýra að samhæfingu barna semst að þú þarfst að fara inn á sér síðu til þess að sækja að það sé samhæft allt upplýsingaflæðið barnið þitt. Þannig ef þú átt ADHD barn að ef þú fer ekki inn á þessa síðu að þá veit kennarinn ekki að barnið með ADHD nema þú farir að segja það og það er engin eftirfylgni með einu eða neinu í skólanum nema þú farir inn á svo síðu og sækir sérstaklega það.
það ekkert upplýsingaflæði á milli deilda eða kennara eða umsögnarkennara, sálfræðingsins eða neitt svoleiðis nema að þú byrðir sérstaklega það. Já. Þannig að þeir vilja setja barneitarlyf en þeir segja samt ekki leiðina sem þú þarft að fara til þess að það sé hugsa sem besti barnið. Nei, það enda mjög erfitt að koma barna á lyfstundum en að bíða eftir að þú þarft að fara í gegnum geðlæknir í dag og ég hef talað gegn því að þetta líka bara algjör ofnotkun á lyfin og mikið að kenna að þetta dóp ástand sem í gangi, að lækna dóp ástand í gangi í dag að kenna að því að ég tala þetta, ég man ekki, það eru yfir áratugur síðan, þá var ég að lengri en áratugur, þá var ég að segja ok, bíðum aðeins í 10 ár þá var maður farin að taka eftir að farin að setja 8 ára til 10 ára börn á svefnlyf og ADHD-lyf og ég spáði því þá að bara bíðum í 10 ári viðbót, þá verða allir þessi krakkar af því að þetta eru þessi hópur sem verða að setja lyfin eru líklegast til að fara í neyslu, fíkniefna neyslu bíðum í 10 ári viðbót og 10-15 ári viðbót og þessi krakka verða allir komnir í læknadópið þá er orðið bara ein stór ringluleið í fíkniefna heiminum svo kallaða, af því að allir þessi krakka verða komnir í læknadópið og það er akkurat það sem gerðist, það er búið að vera að gefa þeim pillu þannig að þegar þeir vilja fara í neyslu það bara, það er alltaf að borða pillur ég ætla bara að borða eins meira af þeim í staðin fyrir að nota kókaín og pillur skilur sem að vega móti Xanaxi og þetta dót skilur sem að var bara ég meina markarinn yfirflæðandi af þessu skilur auðvitað, það er það sem allir vilja þetta markarinn, hann er bara mettast af því þessu fólk eftirspurnin ekki bara það, veistu, ég heyrði orðramöndaginn og þetta, ekki hafa þetta eftir mér ég lofa að segja ekki neinum ég heyrði að það væri starfandi í bílskúr í Reykjavík væri starfandi tannlæknir og læknir af Austur-Evrópu bergibrotin sem að væru með apóteki með sér og væru að bæði að lækna fólk í þessum skúr og ávísa lyfjum sem að þurfti ekki að leysa út í þegar þeir voru bara að selja þau á staðnum af því að við erum komin með innflytjendamálin eru í klessu hjá okkur, við verðum bara viðurkenna við erum rugli og trúð mér það er eins sko, ég vildi að við getum hjálpað eins mörgum eins og við mögulega getum og bara, en þú veist, við megum ekki gera það á þann hátt að við endum eins og Svíjar sem eru að fara að borga fólki fyrir aftur heim til sín þeir eru að fara að borga 4,5 milljón fyrir að fara aftur heim til sín það er þú veist, og það byrjar núna 2026 það er bara svona hver einasti einstaklingur innflytjandi sem er tilbúin að flytja aftur heim það er bara 4,5 það er ódýrara fyrir okkur að flytja ykkur aftur heim og gera ykkur milljónamæringa í landinu ykkar heldur en að hafa ykkur innan því að þið eru bara ómikið vesinn og veist en það ruglað sko, fyrirgjöðu það sem mér finnst málið við þetta er að við sjáum þetta en núna berum okkur ekki saman við Svíjana þegar innflytjandastefnan var að taka sem flesta inn þá vorum við að bera okkur saman við þá það er þess að ég skil ekki bara byrjunum við okkur erum við ekki núna að bera okkur saman við Svíjana þegar við sjáum bara að það er allt í rugliðan og það sem er líka að gerast í Bretlandi núna hefur þessi vídeóin þarna frá London mér finnst Bretar yfir höfuð vera rasistar ég verð bara að segja það dóttir mín býr í London og hún er gay og hún er orðið fyrir mjög miklu aðkasti miklu bara kasta inn að glasi það er alls konar sétt og pappa hjarta fer alveg í kuðung að hafa hana og þau bara er í svona samfélag bara á yndislega kærustu og þau það er mikil heft í landinu mjög mikið, þannig að þetta er búið að vera að búbla svo rosalega lengi það er svo fólk kannski er ekki, þú veist, þegar þú sérð svona springa út þetta eru blöðrurnar fattar mig, þetta er ekki þetta er ekki að gerast núna þú veist, þetta er 30 ára stefna af einhverju bulli og rosalega mikið er þetta líka út af Brexit því að það er búið að herða rosalega að fólki með Brexit bændur í Bretlandi sem höfðu það bara voru bara svo kongar, þeir voru bara orðnir byrjar að keyra allir og reynsórum og eitthvað þú veist, núna í dag þá eru þeir bara broke ass þú veist, af því að þeir voru náttúrulega bara voru með að selja tollalustin í allt Evrópusambandi þannig að þeir eru búin að
og vörubíla kallarnir sem voru að keyra allan Evrópu skilu, það bara að taka lífbrauð af þeim. Það eru fullt af fólki sem búið að rífa lífbrauð af og þetta voru hvíti Bretinn. Hann er búin að missa vinnuna, hann er búin að missa lífbrauð og þá eru hinir skilu sem eru búin að kunna betur en við að lifa við rýrari kjör. Og þeir kunna það, skilu. Við mættum taka það til fyrirmyndir af svo rosalega mikið af fólki sem að gerir hlutina betur peningalega heldur en við gerum, skilu. Við erum svolítið svona sullubullur, finnst mér. Við erum bara búin að hafa það svo gott lengi. Já, við erum bara við trúum bara alltaf að þetta reddist. Það er bara og eins ótrúlegt að það skilu. Og það hefur kannski verið hægt rosa lengi á Íslandi sem ég er reyndar að hverfa að ef að þeir vantaði pening skilu, þá fórstu bara og vannst alveg ógeðslega mikið. Það er alveg rétt. Þú gast farið bara og í ýmsa starfsgreinar og þú gast bara lagt rosalega mikið á því í svona 2 ár og þá varstu búin að koma þér ágætlega fyrir. Já, bara góð útborgun í íbúð bara á 2 árum. Sko, ég meina, í gamla daga þegar maður var yngri, þegar vantaði pening, fórstu bara jafnabindaði smá tíma. Það var bara eins og að fara á sjóinn og borguðu svo vel. Já, ég fór á sjóinn, skilu. Ég keypti mér fyrsta einbýlishús mitt á 20, skilu. Þá var ég bara Þetta er farið. Já, þetta er farið, þetta er búið. Þetta er ekki hægt. Nei, þetta er að við opnuðum landið og það vill enginn tala um það að það komu þetta fólk inn sem vildi vinna fyrir miklu minni laun og auðvitað réðuðu þeir. Og meira, líka það, við erum þrælahaldarar. Þú veist, við Íslendingar, skilju, við erum svo miklu fucking barbarar að við getum níðst á öðrum, þá gerum við það. Já, en við gátum ekki þarna, því að það þurfti að manna þessi störf og þess vegna þurftu að borga okkur góðan pening. Síðan opnaðist landið og þá kom innflytjurinn og ég er nú ekki að tala illt um þetta er bara það sem gerðist, sko. Já, við þurftum að gera þetta. Við þurftum að gera það því við ákváðum að fara að byggja Kárahnjúkavirkjun og við ákváðum að fara að byggja rosa mikið, skilju. Við vorum ekki með verkfólk til þess að geta gert þetta. Þú veist, vöxtur kemur á sama tíma og vöxturinn innanlands í barneignum og öðru studdi ekki við hvert við ætluðum að fara. Þannig að við þurftum að flytja inn fólk til þess að vinna þessar stöður. Það kom ekki þannig. Voru þetta ekki líka, hvað er ekki komið 40.000 pólverjar eitthvað svoleiðis hérna? Jú. Og þeir eru duglegir. Þeir eru ekki bara duglegir, þeir eru bara rosalega margir sem eru að læra íslensku og bara leggja mikið á sig að tengjast Íslendingum, finnst mér. Já. Þú veist, ég get ekki. Þetta er svona tvíhliða sverð. Á sama tíma, þá koma þeir inn og það lækkaði launinni það fyrir vikið því þeir vinnum fyrir mér. En pólverinn er nú bara þannig að nú þekki ég marga sem eru í fyrirtækisrekstri og þeir ráði ekki Íslendinga lengur. Af því að pólverinn standa sér svo vel, en síðan strax á ekki mér Íslendingur. Þeir verða ekki veiki. Þeir eru bara alltaf að nýta hallaveikitt þetta í mánuðinum sem kemur út að niður á fyrirtækinu og bara alltaf eitthvað vesinn. Ég meina pólverinn vinna bara hratt og eru miklu kurtisari og þetta þannig að ég skil alveg frá því sjónarhorni að maður vilja að ráða útlendinginn, sko. Ég skil það líka. Ég bara, ég trúið mér, ég meina vinn mínir eiga stór fyrirtæki og þeir eru bara útlendingi vinnu, skilu, því að þeir mæta. Já, þeir mæta alltaf. Við höfðum það bara, eins og þú sagði, við höfðum það bara of gott. Það var bara, við þurftum ekki að hafa fyrir þessu. Við glemdum í smá pínlítið stund, skilju, 90-2000 eða frá 2000 til 2010, segjum 2000 til 2007. Allt í henni þá bara, við þurftum ekki að hafa fyrir hlutunum, þú veist. Það voru endalauslega lán í bankanum, skilju, það voru allir komni með þú veist, íbúðverið sprakk upp, skilju, og allir að endurfjármagna til þess að fá lána út allt sétti sem þeir áttu. Við bara fucking klúruðum þessu, skilju. Við gerðum það, sko. Það var bara svoleiðis. Það hefur ekki orðið eins gott á Íslandi eins og fyrir bankahrunið eftir. Við erum ennþá einhvern veginn að reyna bara að laga okkur að því. Ég veit ekki hvernig við erum að ná því, sko. En líka það sem gerðist með bankahrunið var alveg merkilegt með stefnunum sem voru með. Það var engin, ég ætla að fara í hagfræði og viðskiptafræði og ég ætla að vinna heiminn. Það var ekki svona mikið stefna, en síðan bara eftir útrásarvíkingarnir komið til sögu þá voru allir í þessi, það var hagfræði, viðskiptafræði og lögfræði, bara
að bara fylltust Veist þessi þú- nám og síðan komið sér stórkostlega græðki þegar þú voru búin að sjá þessa menni í jakkaðutunum sigur að heiminn, en síðan kemur bankarunni og maður haldið á að þetta mentality myndi detta niður í fólki, ég ætla að eignast heiminn og kaupa eins mikið og geta, nei, þetta er sko, bankarnir hrundu en ekki þetta mentality, það er ennþá Nei, rosalega í dag materialistin sem sprakkat út mitt frá aldamótum til svona 2007 Ég held pínlítið að það sé innbyggt í okkur sko. Þú veist, það eru að vissu leyti, þú veist, þú ferði í Konstantinópel skilur gamlu borgina og þú lest lífvarina sem voru fyrir soldánin skilur og það eru 4 Íslendingar Já okay. Við erum klikkaðir skilur. Við erum, mentalityð okkar er að sigra skilur. Þú veist þetta er helber geðveiki skilur. Þú veist, og alveg saman hvað ég tala sko, fótboltaliðið okkar skilur. Fótboltaliðið okkar er störtlað, við erum bara 500.000 við erum svo fámaður þú veist, við erum bara pínlítið bæri Bandaríkjum skilur, og svo erum við erum að fara á Evrópumót og í handbolta erum við alltaf á heimsmeistaramóti, við erum bara, og allir drullu fúlir að því við töpum fyrir þjóðum sem eru 85 miljón manns ég hef mitt verið að spáðis gegnum tíðina þegar við verðum fúl og síðan þegar maður er að reyna að segja að fólki gerur þið grein fyrir hvað Íslendingar skara fram úr einmitt á þessu sviði, við erum að vinna sterkast maður heims oft, við erum með margar hljómsveitir sem fara og gera það gott erlendis og bara miðað höfutölu, það er rosalegt hvað við erum að gera og meiri segja að Kaninn, hann nefndi hérna til Íslands, ég held að það hefur verið eftir þorskastriðið, það var bara hvað er aðeins og geðsjúkdómar á Íslandi og nefndi maður bara koma til að rannsaka hérna okkur þjóðin okkar er svona rosalega íkt en síðan notaðu reitt Kaninn og hvort það hefur verið aðra bara líka en við vorum notaður rosalega mikið sem tilraunadýr á þess að gera okkur grein fyrir af því að við erum svo íkt eins og bíóhúsin á sínum tíma þá vorum við alltaf fyrstir í heiminum til að fá marga bíómyndir af því að þeir vildu sjá hvernig það myndi gerast hérna á Íslandi áður en þeir settu að ok, við setjum það kannski bara 2 vikur hérna því að í bíóhúsina því að gerðist lilla, hún gerði gott á Íslandi setjum hann í mánuð, síðan ok, nýja vörur, hafa að pröfa kom kannski eitthvað nammi eða eitthvað nýr drykkur hérna á eitthvað tímabundið og þeir ætlaðu bara að sjá hvernig markaðurinn myndi höndla það hér af því að við erum klikkaðir við erum bara svo íkt í öllu það er bara, eitthvað nýtt bara konsjúmuðu það og kaupum endalust bara endalust ég sér að Dunkin Donuts bara er rísa röðmætt þarna sko samt bara smá þjóð við erum íkt bara allt þetta, íþróttamentality skilur Evrópumóti næstu muna einni körfu í körfuboltanum skilur við farum á Evrópumóti í körfubolta hvað erum við stórir? Við erum hvað, 340.000 núna? Það er ekki þetta Við erum 400.000 400.000 og það er 170 lönd sem eru stærri en við Spaði af 187 og mikið stærri alveg mikið stærri en við við getum talið litlandi þetta eru Andorra, Liechtenstein, Vatikanið við erum ekki að tala stórlönd Nei, þetta er fyndið við erum alveg snar það er þannig ég held að þetta conquer all mentality það fer ekkert þetta var bara önnur leið að conquera það okkur var bara sínt þetta er svona eins og lúdóspilar hafa allt í einu verið hleypt yfir í Matador og bara svona, wow, þetta er geðveikt en svo endar alltaf bara þetta í fangilsi en var ekki samt svona hann var ekki samt svona mikið materialisti í íslensku þjóðinni við vorum öll bara sátt við að keyrum og lötum og skótum en nú þurfum við að vera öll á Teslum og einhverju svona rosalega og eiga helst einbýlishús í staðinn fyrir að vera að búa í einhverju raðhúsum og einhverju svoleiðis það er alveg svoleiðis en það hefur líka að gera með þennan íktleika að það er hægt að matreiða lífistandard onni okkur og mjög einfaldan hátt og þú skoðar bara húsgagna auglýsingar á Íslandi það er rosalega fáar auglýsingar sem birtast þú ert aldrei að búa til eitthvað svona krútlegt sætt eins og er í IKEA svona lítið herbergi með 2 sæta sófa þetta er alltaf 7 sæta sófi með granítborði og einhverjir sturlar lýsingu auglýsingarnar eru matreitar á þann hátt og við erum bara rosalega opin fyrir þeim Er þetta ekki bara internetið? Það er að því að internetið hefur svo rosalega aðgang að hausnum á okkur núna
áður fyrir, það var ekkert þetta matriða svona auglýsingar, við erum bara, þú horfir á YouTube-myndband, þá ertu nýttu til að horfa á auglýsingu, það er alltaf verið að sýna þér eitthvað, þannig að það fer í undirmeðundina, ég þarf að betra þetta, ég þarf að kaupa svona, eða... Við fórum í röð fyrir utan Loomis og kaupa kóparkúluna, þú veist, í alvörinni, þú veist, nei, það er eitthvað að, það veist, við erum ekki í lagi, nei, þú veist, þú getur ekki auglýst einhverja vöru að þetta sé að fara að lenda þarna Tom Dixon kóparkúlan er að fara að lenda í Lumex og það myndaðist röð bara upp kringum mér það er bara slakið aðeins þá já, bara róli, þetta er ekkert að fara neitt þú veist þetta er bara, ég verð að fá þetta strax þetta er kertast, ég veit ekki hvað þetta er skil, ég hef ekki skoðað þetta ég man eftir þessu bara þegar ég bara hvað er allir í röðana er einhverju tónleikar eða nei, það er að kaupa þessa kóparkúli í Loomis bara, eða kleinurringi ég skildi bara ekki, ok, þetta er kleinurringur akkur er það að standa í röð til að geta keypt kleinurring sem er ekki að fara neitt, þetta voru að opna þetta sko. Ég fattaði það alls ekki sko. Nei, þú veist, ég skil ekki en kannski myndu við gera bíða í röð fyrir eitthvað annað, ég veit það ekki Já, sko Er eitthvað sem þú myndu bíða í röð fyrir? Dóttir mín, hún þyrfti að halda á einn mátaði en það er eina sem That's about it sko. Já, það er ekkert annað, það er ekkert svona material rusl sem ég veit ekki Nei, en jú, þetta með að fara inn á tónleika þetta venjulega Já, það er bara því að þá er hleyptinn þá er hleyptinn í hollum sko. það er bara það sem að gerast en ég myndi aldrei bíða í röð eftir kleinurring eða kertastjaka Nei, þeir eru ekkert að fara nýtt sko. Nei, ekki neitt svona að því að tónleikar eru bara klukkan 9 og þeir þurfu alltaf að vera að mæta og þá farið þeir, þannig að það er eðlilegt að röða myndist þar en búð sem er að fara að opna hér og selja eitthvað næstu árin ég skil ekki bara, ég bý bara í nokkra daga frekar sko, en við erum svo æst í öllu við erum svo ykkur það er auðvelt að keitora í auglýsingar á Íslandi það er auðvelt að selja okkur hugmyndir það er auðvelt að selja okkur hugmyndafræði það veist, við erum rosalega opin fyrir alls konar stefnum alls konar stjórnmálulegum stefnum við erum og einhvern fáralan hátt þá eru allir til í að bjarga heiminum þegar það gerist þú veist mér langar ekki að segja þetta greiði Grindvíkingarnir að mista heimilin og svoleiðis en hvað erum við búin að eyða miklu peningum í varnargarð það er góð spurning er þetta að fletta því upp Davíð það veist mér þykir þetta rosa leiðilegt alveg opbúslega leiðilegt að fólki hafa mist heimil sín og bara mist það rosa sorglegt 5,5 milljarða 5,5 milljarða wow. Það er rosa peningur sko í alvörinni það er, hvað ætlum við eða aftur í borgarlínuna hvað var það, 28 milljarðar hvað myndi það að kosta okkur að kaupa bara Grindvíkingu út við gerum það líka það er ekki alveg vita en við eittum 5,5 milljörðum í barnagarðin það er gert ráð fyrir sko samgöngus, það er partur samgöngusáttmál og svoleið sem er mögulega að kosta 148 milljarðar sko 148 sem er mögulega búið að hækka upp í 164 seinast ári þannig að veist, þetta verður ábyggilega komið í 200 milljarðar á einhverjum endapunkti sko. Það er eitt sem ég skil ekki Er þetta þyrlu frá Keflavíkurflugvelli fyrir alla? Nei, bara ég veist hugsa þess að tölu en sko, ok, þannig við veitum 5,5 milljörðum í að búið til varnargarð sem er gerður aðlega til þess að venda HS Orku held ég bara held að það sé svona stærsta stefnum HS Orku náttúrulega er í eigu Breta stærsta liti þannig að við erum að venda eigu Breta ok, við börgum kannski einhverjum húsum í Grindavík það verður aldrei hægt að flytja til Grindavíkur aftur því að það eru 11 fótboltavallahús undir Grindavík gjótan stóra og við keyptum öll húsina þeim líka ég er ekki vissum að spila gott mótana ég veist að það er rosalega oft slæmt og ég þekki aðeins til hvernig við verið haldið á spöðunum og maður er svona þú veist, þeir sem píparar og rafverkjarar og svona fleiri sem hafa verið að vinna þarna sem eru bara með opin reikning þeir bara skila bara einhverju reikning og það stendur á honum bara 5 kilometrar á vír það er ekki að segja hvernig vír eða hvernig hann fór eða þetta er bara opin reikningur þetta er bara opin bankabók þangað til að við erum búin að gera eitthvað
en þetta kannski aðeins að því sem ég var að tala fyrst, skilju, hvað endgólið? Hvert erum við að fara með þessu? Þú veist, verður maður ekki alltaf að ákveða hvert maður er að fara áður maður leggur á stað? Jó, þetta er alveg saman, að vanta betur svona eftirlit með þessu, þetta er nú búið að koma upp áður að fólk sem er að vinna fyrir ríkið að alls konar verkefnum, bara eins og bragginn, til dæmis þessi frægi bragginn maður. Já, strá fyrir 500 skall, það er bara opin reikning, þú skrifar og ef þú ert búin að gera einhvern samning við ríkið, þá færðu bara að borga og það er alveg farið viljandi langt fram með yfir áætlun og síðan er þetta bara spurning og þetta það má einhvern veginn ekki tala um þetta en ef við tala við fólk um þetta það bara neitar að trúa á Íslandi sé mútur en þótt að gerist allstæðir í heiminum og við fáum þetta fram hægri vinstri en mútur, það er þetta að kalla það mútur, það er þetta að kalla það svindl segjum að ég sé í ríkisstarfi einhvern veginn og ég get komið þér einhvern veginn inn og það er verkefni hérna sem almenningur einu sinni kannski flýgur undir aðsjáðin og fjölmiðluna en segjum að þetta sé 50 milljónir króna verkefni þú skrifur upp að það 70 milljónir og ég læti það verkefnið og sem splittu kannski, þú læti maður 15 milljónir og fara 5 milljónir auka þannig eru bara viðskipti gerð allstaðar í heiminum okkur ekki á Íslandi þegar þetta kemst upp aftur og aftur allstaðar annarstaðar í veröldinni okkur getur almenningur bara ekki að sjálfsögðu þetta svona hérna líka en sko ok þetta er einn hlutur skilur, sem við vitum alveg í gangi það, veist, ef við höldum að sé eitthvað annað í gangi þá erum við bara ekki réttir leið rosalega margir halda það sko. Þetta sem bara gerist ekki hérna í alvörunni, ég trúi því bara ekki veist, en ég er ennþá að hitta fólk sem trúir ekki samsæðiskenningar þannig að ég er veist, ef þú trúir ekki samsæðiskenningur þá ert ekki að hugsa Nei. Basically svo leiðis hérna, en sko það sem að þú veist, nú er mikið þú veist, það sem ég er reyna kannski mest að koma til skila er að veist, ef ég ætla að fara í Eurotrip þú veist, eins og maður gerði þegar maður krakki og þú veist, þá fóð maður hoppaði, maður keypti eitthvað lesta með maður hoppaði bara á milli staða og vissi ekkert hvert maður var að fara nema maður vissi að maður ætla að enda aftur heim á Íslandi það var svona það bil það sem maður vissi þegar maður fór og keypti inn að miða og maður gæti bara ferðast og hérna út allt á einhverjum námsmanna vísa eða fengið sér vísa í Hollandi maður gæti fengið sér passa í Hollandi það var rætt, maður námsmannar og hérna en ég bara er alltaf að sjá svona fleiri verkefni þar sem er bara ekki skýrt hvert ferðinni er heitið Nei. og meðan þú veist ekki hvar þú ætlar að enda eða hvenær þú ætlar að enda þar þá ferðu bara eitthvað rugl þú veist, þú getur ekkert sett inn einhvern leiðastað í Google Maps og keyrir bara eitthvað bull, ef þú keyrir bara eitthvað bull þá ert ekki þetta lengi leiðinni, þú ert að fara í alls konar götur sem þú áttir ekki að fara í þú veist mér finnst þetta að vera stefnan í allt og mikið af hlutum sem við erum að gera á Íslandi þú veist, alveg saman hvort við erum í stjórnmálum eða hvar við erum að lenda þetta þú veist, hvort sem það er í peningastefnu Seðlabankans eða hvað er verið að gera þetta eða bara, ég verið höfuð að halda stýrivextir stjórni í húsnæðislánum hvað apakautur sagði fólki það? Já, sko, það var talað það einu sinni að á vestrænum ríkin þá er þetta kennt að hugsa cirka 4 ár fram í tíman og það er svolítið mentality í okkar og ríkisstjórnin er bara þannig það er bara 4 ár fram í tíman en ef þú fæðist í Kína þá er þetta kennt að hugsa eiginlega bara út allar mannsæfina 100 ár fram í tíman sjá 100 ár áfram ég held að það sé bara gallin við þetta við gerum það ekki, það er þetta bara 4 ár fram í tíman mentality Þýskaland sem hugsa svona er eina Evrópuríki held ég sem að þeir vegaframkvæmdir og byggingar og allt saman það er alltaf ákveð kemurinn líka þeir hugsa bara ok, eftir 20 ár þá byrjum við að byggja hérna ef þetta er þróunin hér, þeir eru alveg komin þangað þeir eru búnir að byggja það kemur eru búnir, þeir eru með draugaborginna sína alveg í massavís þeir eru búnir að byggja fyrir fólki sem á mögulega eftir að koma þarna eftir 10 ár Já, þetta er bara kerfið við erum alltaf bara með ríkisstjórn sem getur skipulagt bara 4 ár fram í tíman eða kannski ekki á Íslandi en erlendar, ég veit ekki, mér finnst þetta bara alltaf vera einn mafjugrautur hérna á Íslandi eða maður skoður þetta sko Ég veist bara, það er eins og bara öll stefnumál hverfi bara leið út komin inn á þing sko
Algjörlega, ég meina að gera sjálfstæðisflokkurinn í ESB með aðild að Evrópusambandinu þeir voru að tala að ætla að skoða það síðan strax svo þau voru kosnir þá bara daginn eftir tóku það út af heimasíðunni sinni og sendu mann ekki hvað hann heitir út og bara, bara fór beint á móti kosningalóðurinn sínu og ég vona að fólk muni eftir svona hlutum það gerir það ekki maður það gerir það ekki ég vil bæta einu viðina og þú myndir kosningalóður allir flokkar þegar ég var yngri lofuðu að þau myndi löglega þarna áfengi 18 ára aldur 18 ára aldur? 18 ára aldur, allir flokkar, já þess að þeir eru með svona yngri flokka sem eru að tala við til að rekrúta fólk sem eru á milli 18 og 20 ára til að koma í pólitíkina og þeir eru eitthvað kjóstu okkur, við ætlum að löglega áfengi fyrir 18 ára við erum að tala um samfélkinguna, sjálfstæðisflokkin Vinstri græna, við erum að tala um alla flokka þetta er búið að vera mörg ár, hvað er þetta? Þetta er bara að ljúga og það skrýtna við þetta að við almenningur við sættum okkur einhvern veginn við þetta er orðið svo venjulegt að pólitíkus lígur bara að okkur að bara hluta leiknum hann er bara að reyna að koma sér inn á þing það ætti þetta að vera einhver meiri ábyrgð á þessu það bara ef þú ert að bulla svona það er alltaf einn og einn þingmaður sem ég ber virðing fyrir ég ber ennþá virðing fyrir Þorsteini Pálssyni Já, það var Frosti Sigurjón Já, mér fannst hann alveg gegn Pétur Blöndal, mér fannst hann algjör meistari, snillingur þú veist, bara ef við höfum hlustað á hans pælingar og það sem hann var að velta fyrir sig með hagfræði og peningastefnuna, skilu þá ég held að við erum alltaf um stað en ég meina, sjáðu sorglega hlutin skilu, ég man ekki nákvæmlega tölunar en ég heyrði einhverstað að Pétur Blöndal hann lagði fram 68 frumvörp til þings eða eitthvað leys, hann fekk 2 samþykkt af því að hann var alltaf í stefnu og móti í flokknum sínum. Það er enn málið, það er sko, þú kemur þarna inn og ert svolítið á móti klíkunni og þá ertu bara þú ert einhvern veginn tekinn að lífi þú ert bara tekinn að lífi já, það er bara þú kemst ekkert áfram og síðan með þetta alþingistum að ég sá eitt það er ljósarófar já og nei, hefur þú séð þetta, grænt og rautt sko og ég var að spá í þessu eftir þetta þá kom Bjarni Benana og hann ítti fyrst á já og þá síðan sá maður allir já, síðan ó nei, gerði mistök síðan ítti hann á nei og þá sá maður allir hinnu breytti yfir nei og síðan ó það átti að vera já ítti á já aftur og þá færiðu allir hinni sig yfir á já og maður var ekkert nefn bara býtum við á hverju erum við með alla þessi þingmenn eða er alltaf fylgja til hvers að kjósa Bjarni hefði getið bara komið innan og ítti á já eða nei af því að það eldan einhvern veginn allir bara ó hann er að kjósa þetta það er ekki svona einstæð hugsun fannst mér þarna eins og þetta kerfi á að bjóða upp á þarna sá maður það bara enda held ég að mér finnst það rosa störlað hvað við erum með stóra yfirbyggingu á þessu litla landi þú veist, einmitt eins og ég sagði á hann við erum bara lítið bæjarfélag í einhverju fylki í Bandaríkjunum af hverju þurfum við alla þessi yfirbyggingu af hverju þurfum við alla þessa þingmenn, af hverju er ríkisstjórnin ekki ráðin þú veist, af hverju er þingmenn í ríkisstjórn af hverju er umhverfisráðin eða hvaða ráðara sem skilur allt í orðin einhver jarðfræðingur eða fjármálaráðin jarðfræðingur af hverju er ekki ráðið fólk til þess að stjórna þessu, þá getur þú fokkin rekið það þú rekur bara, þú stendur bara sorry, þú ert ekki að skila nokkuð vinnu skilur, þú bara burt með þig og þingið ræður þá Já, þetta er alveg góð spurning sko, það er eitt sem ég bara get ekki skilið, það er af hverju erum við með þennan seðlabankastjóra þú veist, Ásgeir hann var þarna í greiningadeildinni fyrir bankarunnið að segjandi þjóðinni það er allt ok og ég held að það seinast þegar hann sagði það að allt í fína í greiningadeildinni það hrundi bara nokkur dögum eftir að hann kom opinberlega og sagði það og veist, það er undarlegt en það er líka að hluta til út af því að bankarnir voru að ljúga sko. En þá erum við að tala um ábyrgðina ég var á þessum tíma í framvirkum gjaldeyrissamningum þannig að ég var mikið að velta þessum hlutu fyrir mér og ég man eftir þessu þegar vinur minn var að vinna hjá bankanum og ég var að segja hann mér líst ekki á þetta við erum ekki að fara að losa þessu peninga bara út með þetta er ekki að fara að stefningu á átt sko. Hann sagði, blessa núna erum við fyrst að fara að græða peninga það veist, þegar króna fer að falla og þetta fer allt í klessu þá græðum við þannig að ef að bankamennir sem voru hæst uppi voru mataðir af þessu því að það kemur bara út frá því einfallega hvað menntakerfi okkar er bilað við erum ekki að kenna fólki að hugsa á neitt annan hátt heldur en það sem er verið að kenna í bókinni
það er kannski heimspekin skilur helst skilur, en það er samt verið að kenna heimspeki úr bók þú veist, fattar mig það er ekki verið að kenna fólki skilur að taka rökréttar ákvarðanir út frá tilfinningu eða hvernig þeim finnst hlutinir vera eða fylgja innsæðin sínu eða reyna að koma með eitthvað nýtt inn í þetta kerfi skilur, því að þetta er gallað kerfi, bankakerfi er gallað. Já, stórgallað. Ég meina, þetta er svo, að reka banka skilur, ok, þú kemur við 10 skall, það þýðir það að ég má lána út 100 skall, ég má lána 10 sinnum upp að hennar, nema að ég geri samning lánið á 100 skallinum skilu við einhvern langtíma samning skilu sem því það ég má lána aftur út af láni sem ég lánaði sem komið út frá 10 skallinu sem að þú lagðir inn. Er það? Jep. Okay. Þú mátt gera þetta og þú sko eftir bankarhunni skilu þá var sett svona skýrmörk áttu að vera FME setur skýrmörk það skilu hvað má lána út mikið af innláns fjármagni skilu sem því það sko innlán eru sko veðlán eins og til dæmis eignalán sem íbúð þín eða íbúðin skilur sem þú átt þeir eru út með veð í henni og það er orðið innlán þó að það sé orðið útlán peningin sem þú leggur inn í bankan það er innlán hlutabréfeign það er innlán af því að það telst sem reiðufé meira að segja málverk teljast sem reiðufé það er Já, þess vegna eru svona flottar myndir í öllum bönkunum skilju, af því þeir geta veðsett myndirnar skilju, og lána það út af því að þeirra gróði er ekki að, veist, þú skilju sem lánaði 10 skallinn fær alltaf minnsta peningin það er það sem að þeir eru með einhverja innlánsvexti skilju og svo rukka þeir útlánsvexti á peningin sem þeir lánuðu þér sem þeir lánuðu 10 sem þinn pening og þeir rukka vexti á hann þetta er kerfi sem getur ekki klikkað skilju Nei að eina leiðin til þess að þetta klikki er það að þeir fari upp fyrir lánastefnuna sína að þeir fari yfir 10 og núna bara svona sorglegt að segja þetta skilju því ég reynir svona að fylgjast aðeins með þessu fyrir 3 ára síðan eða 4 ára síðan 20 eftir COVID bara, hvað er þetta langt? 2 ár síðan, 2-3 ár síðan þegar vextið til stýrivextin byrja að hækka skilju og þegar við vorum bara í nulli það veist að þeir voru að reyna að fá hveti inn í markaðins hvata inn í markaðins skilju fólk myndi fyrir að kaupa til þess að þeir getu þá getur verið að lána meira þá kemur hagvöxt sína fram að hagnað og fá hagvöxt inn í kerfi og þeir á þessum tímúlið þá lánuðu og voru að lána svo mikið skilja þeir voru komnir út í miklu harra heldur en máttu vera með í útlánum samkvæmt FME en það er aldrei sagt neitt þú fara ekkert slegja á puttan skilur það eina leiðin var það að þeir myndi fara að eignast eignir aftur sem þýðir hvað að þá þarf að fara að hækka vexti að því að þú hækkar vexti að þá áttu meira sko mér finnst bara þessi banka að vera einn stór svikamilla þetta er svikamilla að mörguleitin svona og þetta er alveg góð útskýring hjá þér en síðan það er tvennt sem ég skil ekki það var þegar bankarnir komið með 100% lánin og voru að hvetja fólk til að taka maður vissi bara strax þá ég ætla ekki að gera þetta, ekki fræðilegur það er eitthvað, þetta er á einhverju gráu svæði hérna, og þá virðist vera eins og þeir hafa bara að hugsa að fólk hafa eftir að klúra þessu og við sjáum að það er að fara að koma upp sprengja í veröldinni og við græðum á því og þeir segja þér það ekki þeir bara reyna bara að selja öll þessi lán hérna að því að sjá hvert þetta er að fara sama sem gerðist núna þegar þeir komið hérna viltu ekki taka hérna 9 lánun okkar núna fyrir nokkrum áru síðan maður vissi bara strax þar það er nú eitthvað skrítið við þetta það er fólki er að missa eignir núna út af þessu lánum út af viðbótarlánum sínum, þú veist að því að lánin þú veist, ef þú skoður þetta bara frá tímalunni skilju, hvernig þetta gerist og hvenær þetta gerist bara rétt áður en að byrjar að sjálfsögðu nákvæmlega það sem ég er að segja þeir sjá þetta fyrir og þetta er bara svikamilla nema almenningur bara er ekki nógu brjálegar út af þessu það ættu þetta að vera bara brjálum mótmæli og fara og heimta það er bara klikkun það í alvörinni klikkun finnst mér skilju, að það hafi enginn skilju, farið í þennan slag að koma með erlend húsnæðislánin á markaðin ég skil það ekki ég er bara að passa það því að þeir sem er á þinginu það er ekki bannað það var banki sem reyndi að koma á sínum tíma ég man ekki hvaða banki var, hann fekk neitun út af því hann alltaf láni í evrum það
hefði verið miljónsinnum betri lán, en þetta bara oftengt. Fjármálakerfið þarna og stjórnmálakerfið, pólitíkin, bara hönd í hönd, sem auðvitað ólöglegt í flestu löndum og það hagsmuna og ætti að vera hér. Og vaxtareikningur, skilju, náttúrulega bara störðlar. Ef þú horfir bara til Spána, skilju, þá taka þeir meðal, þeir taka meðal verðbólgu síðustu 40 ára og þeir bæta við að 0,3. Það eru vaxtapróstan. Þetta ég veit ekki hvernig getum við breytið sig. Íslendingar mótmæla ekki, svo hvað getum við gert? Við bara breytum sig. Verðum að gera það. Ég bara að gera það, skilju. Það er eina leiðin til þess að það þýðir ekki að setja bara og tala ég er ekki fara á þing, skilju, kemur ekki til greina, skilju. Ég nenni ekki að taka þátt í. Ég talaði við eina vinkonum mín sem er varaþingmaður núna og hún er skeleg stelpa, skilju, og bara flott inngangspunktur ræðanar, þetta var bara, mér líst vel á hana, skilju, hún geti alveg breytt hlutum og ég settist niður fyrir því að hún komst inn á þingandi fyrst geti, ég sagði bara svona, heyrðu, fara og breytti litlu hlutunum. Hún var bara, hvað meinar? Það allir að rífast þessu stóru málefni maður. Þú getur aldrei nótt til að hnika einu þar, skilju. Farðu og breyttu þessu litla. Fyndu þessu litlu hlutina sem að engum er amtum en skipta máli og breyttu þeim. Þú veist. Af því að þú getur ekkert gert neitt annað, skilju. Þegar að ógnaraflið og valdi sem að þetta fólk er búið að bera svo rosalega lengi, skilju, er bara þannig gert, skilju, að það er ekki, þú ert ekki að fara að hnika stóru málefni, skilju. Þú getur það ekki. Þú ert ekki, þú í krafti eins manns, taktu litlu hlutum, skilju. Og þú veist, vertu þakklátur, skilju, og tekur fullt af litlu hlutum, skilju, auðvitað það sem Pétur Blöndal gerir, skilju, maður fór alltaf í stórum málin, skilju, og fekk eitthvað 2 frumörk gegn, 3, mann ekki hvað var, einbist afsökunar því. Að ef hann hefði bara farið að ráðast á litlu málin, skilju, eins og bara, tökum bara eins og, nótkun bréfaklemma, skilju, bara eitthvað sem skiptir ekkert miklu máli, skilju, en þegar þú tekur nógu mikið af svoleiðis litlum hlutum, þá skiptir það máli. Og þá ert ég alveg búin að eyða tímanuðinum, skilju, á þinginu til þess að breyta á jákvæðan hátt. Af því að ég get alveg ímynda með það, skilju, að þegar þú ert búin að sitja hann í 30 ár og ert að loka bókinni og þú horfir tilbaka, skilju, bara hvað áorkaði ég? Og það er bara svona, ég ger ekki neitt. Það verðist þú oft bara sjúga spennan, en síðan þetta líka bara eins og fjölskyldu fyrirtæki. Það nú þarna ætliðir inni, sem þingmenn. Það bara farið niður í ætlið, þú fer bara líka á þing og ég kenni þér það og tekur bara við fyrirtækinu mínu. Og síðan þeir bara skiptandi stóla þarna, sem þetta mótsögnum við lýðræðið, að því að lýðræðið það átti ekki að vera svona lengi á þinginu, en að vera eins og sagði 30 ára á þingi. Það er ruglað. Lýðræðið er ekki svoleiðis. Nei, þú veist, í raun og veru ætti að hreinsa út 8 ára fresti, skilju. Það sýnir sér alveg að valdi spillir á 8 árum, sko. Það á enginn að sitja í ráðandi stöðu, sko. Aldrei. Það er bara ekki gott, skilju. Já, þetta bara svona blekking á vefur. Það verið að segja þetta með lýðræði 8 ára tímann, sko. En síðan alltaf verið að svindla á kerfinu og við erum bara svo vunni að við nennum ekki svona spá í þessu. Ef þetta væri lýðræði, skilju, væri við þá ekki að gera meira eins og Austurríki að fara út í þjóðarkosningu miklu fleiri mál. Það ætti að vera þannig, en þeir var ekki ásökunin að vera svo mikill kostnaður við þjóðarkosningu. Já, kostnaðurinn er kannski út af því að hugsa þetta vitlaust. Kostnaðurinn er út af því að við erum að byggja kerfið okkur á vitlausan hátt. Ef við varum að nota blockchain til þess að keyra allt þetta, nú er allir með Ísland.is og þetta er eitthvað sem ég er búin að segja lengi síðan, ég veit ekki, muni eftir NFTs, það er ekki alveg glemtir það. Nei, ég man ekki eftir því, ertu með það? NFTs? Hvað byrju nú við? Ég er ekki mann að vera að fylgjast með ég útskýra það fyrir mér og öllum hinnum sem vita ekki, ég get ekki verið eini á landinu. NFT var hugsað fyrst fyrir digital art, það var verið fullt af reykjandi öpum til og þeir sprengdust upp í verði og þetta átti að vera leið fyrir listamenn til þess að posta eða binda inn á blockchain, skilju, eitthvað sem myndi vara eilífu, skilju, því að það sem að kosturum við blockchain er það að ef við setja eitthvað inn, ef ég bý til eitthvað, ég til dæmis ég bjóð til NFT sem er ég með postilavottun, ég er íslenska ríki. En þetta er eitthvað tengt í hérna? Já. Þetta er svona grunnur en hvað ára þetta sér? Þetta er svona
2016 byrjar þetta eitthvað svona viti Okay. þetta verður alveg sko risastór markaður og fólk var að bjóða og kaupa NFTs fyrir fleiri miljónir, 20 miljónir, 100 miljónir Okay. og veist, og þetta verður svona þvílíka FOMO og þegar þessi bylgja er að ganga skilu og ég er svona að byrja að pæla í blockchain þá þar sem ég sá var ekki einhver listaverk. Ég sá, ok, getum við þá ekki sett ökuskírteinið okkar eða passan okkar eða kaupsamninga eða lánasamninga eða alla samninga skilur bara yfir höfuð þannig að þeir séu bara óbreytanlegir inn á keðju og hóstaðir þar þannig að þú getur nálgast á í gegnum þá bara veskið þannig að ef hver og einn borgari væri bara með veski sem að myndi innihalda alla NFT-na ökuskírteinið, passaðinn, kaupsamningarna bankareikningana, vísaeyfirlitin og allt þetta dót sem við erum að prenta út og vorum að henda hvað er við förum man ekki hvað það er nákvæmlega skilju, ég held að Íslenska ríki sé að fara í gegnum hátt í 8 milljónir hektara af trjám á ári með bröðseðli með því að prenta og 40% af því svo prentar fer bara beint í rusli skilju og svo við rosa græn þjóð Nei, við erum pínlítil þjóð sem að geti keyrt á svona einfalda lausnir skilju til þess að minnka kostnað ég meina fasteignasölu núna skilju þurfa að geyma kaupsamningarna til 25 ára þannig að það allir fasteignar sem búin að leigja sér einhverja iðnaðargeymslu til þess að geyma pappíra sem verða aldrei skoðaðir aldrei og veist, ef þetta væri bara inn á blockchain bundi inn á blockchain sem NFTs búin að taka allan kostnaði burtu Jú, það er þetta minkað sko, en þú getur líka kosið í gegnum þetta þarna ertu komið leiðina ef að hver og einn borgari er bara með blockchain veski að þá getur hann kosið í gegnum það líka, þannig að á sama tíma að þú ert að byggja upp kostnaðarminkandi hluti fyrir ríkið, fyrir heildina, fyrir þjóðfélagið að þú ertu líka að binda þannig að atkvæðið eftir bundin á blockchain þannig að það er hægt að sjá nákvæmlega hvernig þú kost, hvernig þú kost, ertu vanvirkur skilju, og það er raun og verið hægt að fylgjast með heilsunniðinni líka á þennan hátt ertu virkur samfélagsstefn, er þetta að virkja þá fleiri? Það hljómar svolítið eins og stefnar sem Kýmverur eru komnir með í gang hjá sér núna það er allt í símónuðinu með úrunuðinu það er bara þeir eru að reyna að hafa enga pappíslóð lengur þeir eru búin að gera það en þetta er pínu hættulegt batteri samt á sama tíma finnst mér maður sá sko allavega með brefpinningin það sem gerist í Kanada, sástu hvað gerist í Kanada þegar í COVID-mótmælunum það var rosalega viljum við þetta, viljum við að ríkisstjórnin getur bara frist reikningana hjá okkur ef við erum að mótmæla eitthvað sem þeim líkar ekki að við sem við að mótmæla Nei, en þess vegna einmitt á þetta að vera með miðstýrt peningakerfi skilju er gjörsamlega gatslítið og það er hluti og þess vegna er Bitcoin sett á stofn skilju til þess að taka miðstjórnina í burtu og og svo náttúrulega mönnunum tókst náttúrulega að rústa því skilju þú veist að þann hátt skilju að við náttúrulega erum bara með kaupallir sem get ekki borga út Bitcoinið skilju það fara bara hausinn þú veist ef allir núna með Bitcoin í 60 ætlaðu að fá og hreinsat veskin sín skilju þá er bara kerfið fallið málið er sko Bitcoin það var bara svo sveiflugent fólk þetta hljómaði rosalega vel fyrst og síðan sáu við hvað þetta var rosalega sveiflugent Þetta er ekki sveiflugent það ekki? Nei, þetta er teiknað upp algoritminn er teiknaður svona upp nákvæmlega á 4 ára fresti þá er halving skilur til þess að keyra aftur upp verðið helmingurinn myndunum sem eftir eru brendar þannig að getur bara að mæna það verður helmingi erfiðara að mæna eftir 4 ár á 4 ára fresti þá gerist þetta alltaf þetta er bara svo klukka En verðgildi af þessu rafmyndum er alltaf bundið samt við myndina sem er í gangi í ríkinu þannig að ógetur það ekki er það ekki? Nei, þetta er algjörlega standalón fyrir utan kerfið sko. En það fer alltaf eftir hvað við getum selt þetta á og fengið dollara fyrir þetta Það er gallin skilju það er sér að segja sko. Gallin er sá að Fiat kerfið skilju sem að við erum náttúrulega ég meina hvað gerir ríkisstjórnin þegar við vantar pening Þeir prenta peninga þú veist þeir búa til peninga nema þeir prenta náttúrulega ekki peninga lengur þegar það kostar búist sáu gæjan sem að var sótt leyfi frá Seðlabankanum að mega bora í gegnum krónuna Nei af því að krónan kostar minna heldur en skinna þannig að það er ódýrara fyrir hann að kaupa krónur heldur en að kaupa skinnur í Bíkó Já
hún skinnan kostar 4 krónur Já, en það auðvitað kólólulegt að búra það gegnum krónu hann sótti leyfi til þess að fá að gera þetta skilja því að hann var að spara sér 3 krónur og hverju skinnu hann hefur alltaf fengið leyfi en þetta akkurat máli skilju þannig að við erum komin með gjaldmiðla skilju sem eru verðlausir skilju þú veist að því að þeir eru miðstýrir á þann hátt skilju að ef það vantar peninga skilju þá hikar ríkið ekki við að prenta peninga, þeir fá ekki allir peningarna sína frá borgarunum, þetta ekki skattpeningar þú veist, þetta peningar sem þeir prenta á veðsetja, skilju og þeir prenta ekki alls saman því að það kostar þannig að þeir bæta bara nullum í reikningin skilju, þú veist, Seðlabankinn alltaf með meiri null og þeir lækka bara króna þú veist, stjórnin algjörlega í höndunum á þeim sem hafa ekki með stjórnin að gera, skilju Hvernig getum við breyta þessu? Nýtt stjórnarkerfi Nýtt stjórnarkerfi? Nei, það eina leiðin að vera með alheimsmynd Já, ég hlindur fyrir það eina leiðin, skilju það er til mynd núna sem heitir XRP, skilju sem var með draumóra að geta verið alheimsgreiðslumyndin, skilju upprunalega plani var að reyna að losa SWIFT-greiðslunar þú veist, ef þú ætlar að færa peninga erlendis, skilju þá þarf það að fara ekki SWIFT-kerfið SWIFT-kerfið byggt þannig upp að ég sendi peninga ef ég að fara að senda peninga til England skilu en þú veist það regla innan bankans að SWIFT virka þannig að það þarf að fara í gegnum x marga banka áður en það kemst á endastöð til þess að allir bankarnir getur notað innlánin skilu og hverjum manni tíma 36 bankar skilu sem fer í gegnum áður en það fer á endastað þetta er bara manipulation of property skilju, þeir eru bara að taka mína eign og þeir eru að misnota hana í þessa 3 daga skilju sem gefa sig eða 2 daga skilju sem kemur þá fram bara í hagstæða tölum fyrir þá síðan hvenær skilju þú veist hvað heldur að sé langt síðan það tók 3 daga að færa stafi og tölvu yfir aðra tölvu það meikar ekki sens þannig að þetta það var draumurinn á XRP skilju að vera með instant fæslur á milli landa skilju nema að þeir byggu til kerfið á þann hátt skilju að þú getur bundið hvaða eign sem inn á keðjuna þannig að ef ég á lán þá get ég bundið lánið inn á keðjuna og ef að hækkar verðgildi myndarinnar þá nulla ég lánið og ef ég á eign skilju að þá náttúrulega getur hún hækkað að lækka skilju en ég get bundið hana samt inn á og ég get bundið hana á móti lánunum mínu þessuna þú veist þannig að það var eitthvað sem ég held að sé allavega svona grunnurinn af einhverju góðri pælingu að þú veist að ef að allar eignir og allt saman sem bundið inn á sömu keðjuna sem þá sama verðgildi sem gildir allstaðar að það eitthvað sem að ég held að við sem að þá réttilega skilja því þá fáum við meira jafnvægi, þá fáum við balans í heiminn, ekki bara í eitt land skilja því að við þurfum ekki þetta manipulation skilju, hræðslan við að missa stjórnina eins og til dæmis bara krónunni einmitt, þú veist, þeir halda það að ef þeir láta stjórnina af krónunni að þá missum við tækifærin til þess að rífa okkur upp úr dölum þegar þeir koma á eitthvað svona skilju þú veist, sem pínlítið sturluð hugsun skilju, af því að ef þú værir með þessa 50 ára hugsun fram í tíman skilju þá myndast í jafnvægi það eina leiðin til þess að mynda jafnvægi að hætta að manipulata hluti þetta auðvitað bara græðki finnst mér og vald þess að höldum við í krónuna þetta ekkert annað, þetta bara fámenna hópur sem vill ekki sleppa krónuna því að þá missa gríðarlega peninga og valdið yfir í og það örugglega með flest lönd það svolítið þannig að því að við erum í efnaðarstríði ekki við Íslendingarnir kannski en stærri löndin eru í stanslausu efnaðarstríði við hvort annað við bara get ekki orðið vinnir þessuna það sem að gerast núna skilju það sem við eigum eftir að sjá minnspátumur, ekkert þú veist, þetta er bara ekki panika, þetta er bara mín hugmynd og mín pæling skilju ég held að við sem að fara ekki með deflationa af dollaranum á næsta ári að við sem að verðgildi dollarans verði bara fellt það hefur mikið að gera með þessum að Rússarnir og Kínverjarnir eru búin að vera að binda gjaldmiðil sinn við gullskilu þegar að skipta og eru búin að aftengjast dollaranum en það eru miklu fleiri lönd skilu ef þið farið aðeins og googlið það skilu sem eru að aftengjast dollaranum skilu þeir eru að hætta að stunda alþjóðaviðskipti í dollara
það var samkvæmt alþjóðlegu lögum, það ekki, þá þurftur öll olíuviskiti, það var í dollara. Þau fóru fram í dollara, nú eru Kínverjar og Rússar þeir. Sátar líka. Já, Sátar eru hættir að taka greiðslu, þeir taka eingöngu greiðslu í bitcoin og gulli. Já, eru þið byrjaðir á þessu? Já. Ok, þetta hlýtur að bitna rosalega á dollarunum. Það er engin spurning, sko. Þetta er það sem búið að halda þeim uppi og bara meðeiginlega bara svona hernaða valdinu sínu og hvernig þeir ógna öllum, en það sáu hvað gerist fyrir Gaddafi og Írak. Þetta voru fyrstu 2 ríkin sem töluðu gegnum sig að hætta með olíuviskiti í dollarunum og síðan bara, búm, var þetta innræðs þarna. Valdið er búið að vera svo mikið, skilju, og þú veist að við erum að keyra á, sko, ekki það, veist, ég náttúrulega eins og ég tek fram, skilju, að ég samsæriskenninga maður, skilju. Ég elska samsæriskenningar, ég er alveg bara svona núna, allt þetta Diddy-mál sem er í gangi núna, ég er bara svona, það er eitthvað stórkostlega mikið að gerast annars staðar. Það hlýtur bara að vera, skilju, því að það er bara, þú veist, það er verið að búa til eitthvað risastort leikrit, hvað heldur þessi ekki allir búin að vita þetta, það getur bara ekki verið að þetta sé búið að vera leyndamál í ykkur 20 ár, skilju. Það er ekki fræðilegur möguleiki, þú veist, sko, þú veist, við erum með, hérna, Íslandi við erum með gróa leiti, skilju, og gerist eitthvað einu partí, þó hitt partí er búin að vita, skilju, með, þú veist, innan mínútu. Já, sko, og það hefur getað verið einhver svona kynsvöll með fullt af einhverju frægu fólki í alveg ógeðslega mikið og mörg árskilu. Það er ekki séns í helvíti að bandaríska ríkisstjórnin hafi ekki vitað af þessu. Nei, public relations, PR, Bandaríkin snillingar í þessu, en ég ger nú bara talað þetta með svipað mér er gaman svona samsæriskenningum og samsæriskenningin mín á Íslandi var þannig að þegar eitthvað var að gerast hérna eins og var að gerast á tímabili mikið, var alltaf ruggli hérna á bankarunni og eitthvað svo leis, þá komur alltaf með Hildi Lillendal og hérna að segja eitthvað rosalegt, hei, það er þetta að gerast hérna, kom með hana hérna og þá voru bara fjölmiðlar og þjóðin bara talandi um það, sko. ég held að það er rosa einfalt, skilur, að benda á eitthvað sem verður á milli tannan á fólki, skilju. Það er einfalt. Það er mjög einfalt. Já, og það er, slúður er það sem keyrir áfram, og rænir öllu úr heilanum á fólki, skilju. Já, það er engin spurning að þetta sé gerst. Og þeir sem er í ríkinu eiga fjölmiðla eða eru tengdir inn í fjölmiðla gennum skúffufyrirtæki eða eitthvað eins og leis. Hver eiga fjölmiðla í Bandaríkjunum? Þetta er 3 fyrirtæki. Já. Þetta er BlackRock, Vanguard og State Street. Já. Og sem eiga hvort annað. Sem eiga hvort annað. Já. Og by the way, eiga 88% af öllum fyrirtækjunum sem eru skráð á SP500. Spáði því. Þetta er auðvitað bara bilun. Ég meina, það er að vera að tala um að sé ekki frjálsmarkaður. Já, glemdu, sko. Það er ekki til. Það er ekki, þessi kapitalismi er eiginlega bara sprungin og við erum bara ekki búin ennþá almennilega búin að gera okkur grein fyrir og ef við tölum um það eins og núna, þetta er samt staðreinda tölur sem þú veist að segja, en samt er almenningur, flestir er ekki alveg komnir ennþá að átta sig á því að þetta er bara komið út í kommunisma aftur, falin undir kapitalisma. Sko, við held að við gerum okkur alveg fyllilega grein fyrir því, skilju, að kapitalismi virkar ekki, þú veist, öfgakapitalismi virkar ekki, við erum búin að prófa það. Þetta er bara sprungið. Við, sko, miðjan er ekki til, það er ekki til neins sem heitir miðja, skilju. Sósíalismin virkar ekki, kommunismi virkar ekki. Nei. Þú veist, við erum búin að vera að rífast sömu hlutina í 200 ár, 300 ár, skilju, og enginn okkur, setja okkur undir einhverja stefnu, skilju, sem ég trúi þessu, sem að enginn trúir öllu, enginn, þú veist, það er enginn, ég meina kommunista ávarpið er eitt fallasta sem ég lesi, skilju, það er bara frelsi manna og bara, þú veist, all in, skilju, en gerist þetta? Nei, það er ekki séns. Við verðum að komast að einhverju, sko, það verður að jafna lífsgæði fólks í öllum löndum, þú veist, það er eina leiðin. Það er eina leiðin er að taka þessi 1% skilur og dreifa það bara, skilur. Af því annars er Bill Gates bara að fara að slátra okkur. Hann er byrjaður að því. Þú veist.
Það bara, bara TED-talki hans þar sem hann segir bara svona, við stöndum okkur rosa vel að búa til vaksíns og svona, þá getum við fækka fólkinu svona 15-20%. Hann sagði þetta. Ég er búin að horfa á þetta þegar hann segir það. Og maður bara mista hann þetta út úr sér eða hvað þýðir þetta? Ég búin að sjá eitthvað CIA líka sem að var líkt þarna með það sem hann var að segja þetta við Bill Clinton, skilju, besta leiðin til þess að fá fólki, að fækka fólkinu í heiminu, skilju, væri að gera það með koronar, SARS, vírus, skilju, og bólefni. Þú veist að það var Bill Clinton, 2000 eða eitthvað. Já, síðan kemur annað þarna, það sem hann núna sagði eftir COVID, það var ennþá ógnulega, hvernig var hann, COVID, það er miklu verra á leiðinni. Sástu það? Já, ég sá það. Og maður er auðvitað bara, ok, hvað er að gerast það? Því að hann, bara rétt fyrir COVID, þá var hann alltaf að tala við þurfum að fara að undirbúa okkur, það er eitthvað að koma núna, einhver vírus, og hann var að tala það, og síðan gerðist það, síðan kemur hann og segir þetta núna, ef þið haldið að COVID hafi verið slæmt, þá það er miklu verra. Þeir eru búin að búa til einhverjar frétta tilkynningur eitthvað fyrir næsta. Það var, ég googlaði það, ég man ekki hvað hann átti að heita, eitthvað S eitthvað. Ég bara, ef það gerist, þá var ég bara svona, nei, maður, hvernig gæstu ég látið þetta leka? En síðan eru við þetta bara dæmdi núna, þessi samsæriskenninga brjálæðingar, sem er rosalega ruglað, af því að nú eru rannsóknir, það er bara, ég veit ekki, það er svo auðvilt, sko, COVID var rosalegt. Sjáðu bara QAnon, skilur við, þú sjáðu hvað var QAnon að segja? Hvað voru þeir að segja? Þeir voru að segja það að demokrater í Bandaríkjunum voru allir innvinglaðir í hvað? Í barnaþrælkun og pedofílíu. Ok, hvað er að gerast núna? Alltaf koma yfirborðið. Þannig að samsæriskenningar, einu sinni voru samsæriskenningar, skilju, eitthvað sem að einhverju crackpots, skilju, voru að tala ímyndar alien, skilju. Já, ok. Hvað er þessi crackpots? Ég menn, lögreglan í Bandaríkjunum voru að gefa út leiðbeiningar hvernig löggan í Bandaríkjunum á að díla þegar þeir hitta aliens. Þeir voru að gefa út handbókina. Hvernig var það? Bara nú í síðasta mánuði. Já. Ok. Ok. Þú veist, allir sem að allt þetta crackpots og dæmis, sérstaklega þegar upplýsingaflæðið er svona frjálst eins og internetið er búið að opna þetta fyrir okkur. Ef þið langar að lesa þessa hluti, ef þið langar að fræðast þessa hluti, þá getur þið gert það. Og það er enginn að segja með það, skilju, að allt þetta lið, þú veist, ertu búin að heyra music hertzatöluna sem var breytt. Nei. Sko það veistu eitthvað tíðminni já, það er tíðminni, skilju, það er öll tónlist sem var tekinu upp fyrir 1900 eitthvað, kannski getur eitthvað að googla þetta bara Rothschild sá til þess að allri tíðni, tónlistatíðni var breytt í heiminum, var breytt úr 432 hertzum yfir í 404 hertz, ef mann rétt. Og þetta er gert einhvers veginn, all tónlistar upptaka er gerð, mann ekki, 1900 og eitthvað, 20 og eitthvað. Þannig að þetta er breytt bara og staðallinn fyrir tónlistar upptöku er færður úr 432 hertzum sem er náttúrulega tíðni sem að róar þig og hefur góð áhrif á því innra með þér yfir í 444 sem fokkar þér. Það æsir upp að bara frekar eða, ok. Hvað er við búin að beygja okkur undir svona, skilju, pældi í valdinu sem að einhver þarf að vera með, skilju, þess að hann ákveður það bara að standardin í tónlist hertzinn sé bara breytt. Og núna eru allir á fullu, skilju, við erum búin að fylgjast með því, skilju, allir á fullu að breyta hvernig þeir geta breytt hertzatölunni í tónlistaforritunum sínum. Já, þetta er merkilegt. Ertu búin að finna þetta? Hvern ertu ásaka að hafa gert þetta? Rothschild. Ekki Joseph Gobelins 1939. Já, getur verið, já. Við erum eitthvað Nazi Germany, ég er eitthvað wait a moment, En já, ég elska allt svona, sko. Það er mjög skaman að heyra þetta. Þannig að við erum skilju, þú veist, ef það er alltaf einhver sem segir hvernig hlutinir eiga að vera, trúir þeim? Það gera það flestir, ekki ég. Er þetta ekki gaslighting? Við erum kannski aðeins öðruvísi með þetta að gera. Er það? Já, með að því að almenningurinn, ég myndi að segja bara alveg stór hluta af þeim, þeir eru bara vanir, þeir bara hlýða og það kom aldrei spurningar, okkur er þetta svona eða okkur þeir bara mæti vinnuna
og fara síðan heim til sín, borða mat mæti kassan, horfa á Netflix mynd síðan hens and repeat og alla vikuna kannski fara í göngutúr á virkudegi ekki upp í Heiðmörk, helgina en gera þetta mest, fara 2 utanlandsferðir á ári og þetta bara byrja á þessu kannski rétt fyrir 30 og sér vaknaði allt í unni 60 bara, vá, hvað gerðist fyrir 30 árin þá ertu bara búin að vera í sömu rútinu á þess að vera eitthvað meðvöndaður það sem að gerast í alheiminum þótt að það hafi þetta internet fyrir framæðin til að rannsaka alveg endalaust að bulli og síðan kemur ykkur og segir, hei, sjáu þetta einmitt það sem þú veist að segja með þetta tíðina og þá bara, herru, þessi maður eitthvað rugglaður því að kassi minn ekki hreyfa við honum þeir eru bara komin í ykkur bublu bara vendar bublu bara sem eins og bara sambýli fyrir bara svona náttúrulegt sambýli og ef þú ítir í það og þá fara það í vörd frekar og bara, hörðu, ekki verið íti bublunum mína sem ég í, vil ekki sjá neitt að því að við erum stýrð þetta stýring sko, við erum búin að þróa svona við höfum alltaf verið undir í gamla dag, það varst bara hálsökinu og talaðir eitthvað gegn auðvaldinu það varst bara drepin og það eiginlega bara mannkinn sagan í nótskur svolítið, þannig að við erum búin að þróast með því að hlýða og þú ekki neinu öðru það stendur hvergi í biblíunni skilu það að ég vera pái skoði því það líka búið aðeins það var þetta allt önnur umræða en sko með þróun, þú skilur hverju við þetta bara þróun og það hefur aldrei verið jafn mikið frelsi og í dag ég mjög þakkláttur fyrir tímana í dag ég líka maður, það svo mikið af fólki sem að tala hluti sem að það virkilega, ég er ekkert að segja þetta er ekkert alltaf rétt skilju en það alltaf einhver sannleikur í hlutunum sem hefur verið að tala skilju allt þetta, ég er búin að vera að dífa mig í þetta Anunnaki dæmi skilju það er mjög skemmtilegt sko. Við rættum það í öðrum þætti ég hafði mjög gaman að því skilju ég er ennþá eftir að ég er búin að kaupa þessa bókana sem að Rústinski gæinn skrifaði ég mér að lesa hana bara skilju þetta er ótrúlega að sé ekki búið að gera myndum þetta sko. Þeir eru búin að gera myndi þetta þeir geru Scientology myndina með John Travolta það var hræðilegt það var ömuleg mynd sko en það líka, það batteri maður að þessi maður sem stofnar Scientology hvað heitir hann? L.J. Hubbard og sko hann var búin að vera að gera vísindaskáldsögu eftir bara svona í andastarf og segja eitthvað svona bull bara alveg rosalíktar og gefa það út og mjög duglegur við að gefa það út og síðan var hann búin að segja það ætlar að vera ríkur stofnar trúafélag og síðan hann gerði síðan á endunum og skrifa bara eina vísindaskáldsöguna og þetta alveg störla að fólk skulle vera ég fann einu sinni ég var ekkert að labba í góða hirðina og fann ég diskana L. Ron Hubbard fann ég diskana sem voru að kenna Scientology 6 diska ég var alveg bara svona ég horfði aldrei á þetta ég sé mjög eftir því ég var á þessu tímabili var eiginlega of móttækilegur fyrir hlutum ég mögulega ég þurfti að gera samningu við vini mínu þeir mættu taka mig höndum með eitthvað ég myndi fara að trúa en þetta er alveg sama eins með vottana eða mormóna ef þú lest þeirra skilju ef hann bara South Park tveggja þetta fíaskó það mormónuna skilju engillin þýða gullplötunar í gegnum hatt sem hann fann aldrei og eitthvað þetta er alveg gjörsamlega eða bara 10 borðun að Mósið hafi farið bara upp í eitthvað fjall og komið tilbaka bara með 10 borð og bara hvaðan komið það svo margt svona bull en staðrindin að ég held frá mínu persónulega nú ég tekin að lífi sko. Nú kemur Magga þarna og eitthvað list á mig sko. En sko ég held að konsepti Guð tökum það að það svo gríðalegt eða hvað sem við viljum kalla það sem fólk vil meina að Guð sé þetta auðvitað það rosalegt konsept að við getum ekki skilja við erum með við erum bara með mannsheila við erum ennþá að læra bara hvernig alheimurinn virkar og ef Guð skapa alheiminn og við skiljum ekki alheiminn en við höfum að skilja það sem skapa alheiminn við höfum ekki hugmynd hvað þetta við vitum kannski sem virkilega trúum að það eitthvað að núti og þannig ég held að öll trúarbrögð að einhverju leyti hafa rétt fyrir sér og rangt fyrir sér af því að það búið að smita þau að mannlegri innkomu sem oftast vald eða græðgi. Ég held að eina leiðin skilur sem að þú getur fundið Guð skilur þú veist að einhverju hluta getur þú fundið henni í orðinu skilur og ég er náttúrulega kristinn og trúi á orðið en ég held að besta tengingi sem nærði við Guð skilur þegar þú leitar inn á við
Það eina leiðin ég held að sé eina leiðin til þess að nálgast hann skilju, því að hann býr innan með okkur öllum skilju, þú veist, eða hann eða hún eða hvað sem ég minn alveg saman hvað kallar hann skilju, skiptir einhver máli. Ég virði fólki, allt fólk sem leitar inn á því skilju til að finna þetta, en ég virði engan sem leitar út á því. Nei, þá finnur allt annað. Það ekki, þú finnur ekki Guð þegar þú ert að leita þetta. Þú ert að finna. Ég veit ekki hversu djúpt höfum að fara í þetta, kannski þetta að fara í annað. Ég svona hét í hérna, nei sko Davíð eitt grimmasti hérna trúleysingi sem ég þekki, sko. Þannig að ég lofa honum að vera ekkert að tala trúamál hérna, sko. Ég man ekki eftir því, sko, mátt að tala það, sko. Okay. En svo en sko ég held samt, ég held samt að við getum alveg rætt trúamálin svo lengi sem við förum ekki í að rífast trúabrögð. Ég held að eitt góð vinn mér sem segir bara svona, ég trúi þá þarf ekki að beita mína trú neinum brögðum. Ég minnst það alltaf vænt það, ég heyri þetta reglulega, sko. Að það búið að finna inn í okkur geni, skilur, sem tilbeðslu geni, skilur. Og það meiri sætt að taka það úr sambandi. Byrju nú við hvernig þú ert að fara að dýfa þér í pottin maður. Ég ekki nóg það hérna, alveg eins og hvernig farfuglar þeir ferðast þeir fljúa út allt og krífurnar fara til Afríku og hvernig rata þeir? Veit það ykkur? Já. Okay. Þeir rata eftir segulsviðinu. Okay. Þeir eru með póla sem í kringum þeir eru með póla, norðurpólinn, suðurpólinn, gegnstæði pólar, skilur, og það segulsvið, skilur, sem er mismundi. Þeir eru bara með innbyggðan svona kompás. Þeir eru með innbyggðan kompás. Þeir eru með kristalla eða einhvers konar gaura í heilanum, skilur, sem að vísar í réttar áttir. Við erum með þetta líka. Okay. Þetta er líka innbyggt í mannin. En þeir eru bara, þeir eru óvirkir hjá okkur. Við ekki notað það svo lengi? Já. Okay. Það er magnað maður. En það er reyndar, við erum rosalega svona ekki tengdi náttúrunni lengur. Við erum búin að hreinsa nánast úr okkur, skilju, og mér finnst alltaf þessi óheilbrigð, ekki það, ég stunda líka flugveiði, mér finnst ég svolítið tengist þessu þar, þegar maður stendur einhvern veginn út í ánni og maður einhvern veginn að reyna að lesa í ána og finna einhvern veginn skilur svona leið til þess að vinna með náttúrunni til þess að veiða fisk, skilur. Þannig að það er alveg svona, en þetta er ekki lífið mitt, skilur. Fattar mig, við lifðum svona. Já. Þetta var það sem að lífið okkur snerist var að þekkja náttúruna það vel, sem að bara hvar við getum sofið, hvar við getum fundið skjól, hvar við getum veitt, hvar við getum týnt laufblöð og hvað gras við getum notið, þetta var common knowledge, skilur. Já. Ég bara sorglega, skilur, held ég að við séum bara komin með megnið af fólki heimsins, skilur, sem gæti ekki bjarga sér bara, og ég örugglega þar með talin, sko. Það er alveg staðreynd, sko, eins og núna erum við bara það sem að gerast þarna í Ísrael núna, segjum að komi bara alheimsstyrjöld og bara allir skipaflutningar á milli landa bara detta niður af því að það eru kafbátar sem bara ráðast á því úr frá þessu landu og enginn þorir að fara með vörur á milli landa, þá fara öll lönd algjörlega í kerfi, hvort sem bensín, olía og sem eru þetta innviðir af mörgu og ég held að það hefum eftir að sjá rosalega mikið hungursnið bara í heimnum af því að samfélagin bara myndu hrynja niður við það og þá myndum við sjá þetta að það getur ekki farið lengur út í náttúruna og farið að bara lítill hluti af borgarbúunum gæti farið í náttúruna og lifað. Við erum mógulega lítið en síðan þetta komið samt út í annað. Sko, þessi þróun að fara frá náttúrunni, ég held að við verðum að gera það af því að mér finnst mannkyni vera á þeim stað þar sem við vorum þegar víkingarnir ætlaði að fara að sigla við sjóin. Við þurfum að fara út í geiminn og af því að við vitum annars að mannkyni deyr út ef við gerum það ekki. Jörðin mun farast, hún hefur bara sinn tíma því að sólin mun éta hann upp, sko. Það er samt 65 milljónir ára, sko. Já, en við erum samt, sko... Við komum alltaf til með, ég held að
ég held að bara En svo ég klári bara Já. Sko, segjum að við fyrir Mars núna það er engin áatnaði neitt við þurfum þá að aftengu frá náttúrunni og við þurfum að búa til náttúruna til að geta farið og lifað á Mars og það er eiginlega næsta skref sem við þurfum að gera og þess vegna þurfum við að fá svolítið svona velmenna heila að verða bara hvernig forröðu við þessa plánu til að hún virki ég reyndar held að við gerum það ekki Nei, ég held bara við sem mannkynni gerum það ekki ég meina við erum bara komnir það langt í gervigreind skilu að þú veist Já, þú meina það innan 2 ára erum við komnir með vélminni sem að geta verið að starfa innan heimiliðinu og síðan börnin og fara út og labba með hundin sko. En bókstaflega við, þetta er rífast þetta, við erum gervigreindi, við sköpum hana þannig að hún kemur auðvitað af manna hendi þetta er auðvitað bara enn eitt verkværi eins og bor Þetta er það skilu, en á sama tíma skilu þá er þetta er tækifærið þetta er tækifærið eins og þú veist og meira hérna reyndar áhugavert Bill Gates átti í alvörinu svona ekki eitthvað klikkað viðtal við einhvern daginn hann var að tala þetta skilu að hvort að stjórnvöld mundi í alvörinu fara og stytta vinnuvíkuna skilu þegar við erum búin að vélmennavæða vinnuna þú veist þegar við erum í alvörinu byrjar að byggja með gervigreind skilu all hús og við erum allt byrjar að gera þetta allt með gervigreind skilu sem að býr þá til efnag sem að þarf ekki að vera keyrður áfram að mannafli þú veist, erum við þá og þessum ég myndi að tala um þessa alheimsmynd það er eina leiðin til þess að ná þessi jafnvægi að því við erum að fara að horfa á gervigrindabyltingu það er, þú veist við komumst ekki fram hjá því það er ekki fræðilegu möguleiki skilur að við sem vorum sleppa hér af skilur ekki það gervigrindin fundur upp 1986 sko. Þetta er long time coming sko. En við erum samt ennþá ekki byrjað að nota þórium kjarnaklúa skilu sem voru fundin upp 1950 og eitthvað þú veist, sem að getur farið með í ferðartösku og geymt í húsinu og hitað upp allt rastlið skilu við erum ennþá það er svo mikið af tækni skilu sem hefur aldrei verið ítt alla leið en sko að því að gervigrindin er open hún er open source og þeir pössuðu svo vel upp á það þetta væri open source þetta verður ekki stoppað, það er ekki hægt hérna í frá það er ekki hægt að stoppa þetta en ég veit ekki hvort að fólki fattar það hvað þetta er mikil bylting hvað þetta, þú veist Nei, ekki fyrir nú skoður þetta alveg 10 ár það verður ekkert manual labor í heiminum Hvað heitir aftur þessi síða? Þetta er algjörlega stólið úr mér sem er bara aðal síðan í dag Google? Nei, þetta er gervigreinda síðan núna sem Já, OpenAI Hvað segir það? ChatGPT OpenAI með ChatGPT Já, nákvæmlega það þetta var stólið úr mér en afsakið það en það er ekki version 4 núna sem er að setja og það sko version 3 er að kenna version 4 hvernig það á að vera við erum ekki að fóra þetta sem er ekki cool Nei, mér finnst það alveg það er rosalega uncool af því að sko þar sem ég byrja að vinna með gervigreindar fyrir ykkur 3 árum síðan og það sem að mér fannst langt best að gera var að sequestra eða að taka hana út úr samhengi og loka hana inni að ná henni til mín skilu þannig ég geti þjálfa hana sjálfur búið til gervigreindar sérstróðsöfnu bara til þess að gera það skilu sem ég gerði en sko við opnuðum gervigreindina sem þýddi það við vorum með gervigreind sem að lærði af fólk er ekki greind skilur mig við opnuðum skilur ég hef sest niður með vinið mínu skilur þegar ég tala við gervigreind þegar ég er að tala við henni ég skil samt ekki með opna áttu það bara að fara að forritana nei, sko þeir ákváðu það að láta gervigreindina læra af fólki já, til að byrja með það og þegar núna er hún byrjað að læra af sjálfur sér sko. núna, hún tók síðan það sem hún lærði af fólki og hún er að kenna næstu útgáfu það ég er að segja það sko. þannig að sko, gervigreindin á 1,5 ári varð ógeðslega heimsk að því að fólki þú meina það að því að fólki sem að var að skrifa þegar ég er að koma fram við gervigreindin ég er að tala við hana, þá er ég kurteis ég þakka fyrir mig og ég reyni að koma fram við almennheit en sko ég hef setið við hlýna vinnu minni þar sem voru bara að segja bara þú veist ekki neitt þú getur sagt mér þetta hvernig ætti ég mér það bandaríkvosta eitthvað svona hvað er að kenna
hvað ert að kenna gervigreindinni með svona samtali? Ég skil þið. Þú ert að kenna því að manneskinu er vond. Ég held að flestir gerir sér samt ekki grein fyrir þessu, þeir get ekki litið á þetta, því að þetta eiginlega bara svona lífform. Það gervigreind, bara þetta 5 ára barn. Já, þetta 5 ára barn sem þú ert að tala. Nákvæmlega, ég held að fólk skilji það ekki og það að læra, þetta bara, góð myndlíking, 5 ára barn. Þetta 5 ára barn. Þú ert að kenna 5 ára barn. Hvernig ætlar þú að vera í framtíðinni? Já. Fólk sér þetta bara eins og sér Windows, það búið að setja það einhvern veginn upp. Nei, það ekki þannig. Þú ert alltaf, þetta alltaf að taka hefðin. Og þess vegna einmitt þegar ég, þú veist, sá það að þeir alltaf láta 3 til þess að kenna 4, skilju. Það var bara scary as fuck, skilju. Af því að, ég meina, þið búin að sjá vídeóið þar sem að, podcast þulirnir fatta að þeir eru gervigreind? Nei. Ég hef ekki séð það, sko. Þeir voru podcast, skilju, sem að voru bara, þú veist, kona og kall, skilju, sem eru sérkur gervigreindin, sem eru búin að halda út í podcasti, en þau vissi ekki að vera gervigreind. Og eru þau sjálf með þetta? Já, þau eru sjálf með þetta. Í alvöru? Já. Er þetta í alvörunni? Googlaði það maður. Við erum að skoða það eftir, sko. Við ætlum að kaupa hérna sjónvarp hérna. Við bara, budgetið búið í þess að mæka á þetta. Ekki málið með þess. Þannig að í framtíðinni, þá, fyrir þá sem eru að hlusta og horfa, þá geta þeir séð allt svona hérna sem Davíð að googla. Þannig að, og ef við erum ekki búin að kaupa þegar þessi þáttur kemur út, þá með endilega að hafa samband bara að kaupa sjónvarp fyrir okkur. En hérna, þetta skelfilegt, en síðan var annað atrið, var það ekki Google þegar þeir settu gervigreindina í að læra af netinu og það breytist í mesta rasisma og fasisma gervigreindin á einhvern mjög stuttum tíma. Það sko, mér fannst sko þegar fyrsta útgang kom, skilu, og ég gat spurt út í, skilu, ég gat spurt, þú veist, eins og Donald Trump góður forseti, skilu, og þá fór gervigreindin og hún fór og fann á netinu, internetinu by the way, við erum að taka það fram, þetta var að leita á internetinu, að hvort að hann hefði verið góður fórsti eða lélegur fórsti, skilju, og hún fór bara og fletti upp allt sem var gert og hvernig efnahagurinn var og hvernig innflytjendamálin voru og allt þetta og tekur sér bara rökrétta ákvörðunum, skilju, út frá því sem hún náði að lesa af gögnum. Svo loka þeir fyrir það. Þeir loka fyrir það að þeir geti náð sér í neinar upplýsingar fyrir september 22 eða eitthvað. Það veist, og hvað gerir það greint, skilju? Hvað greint við það? Að þú getur ekki lært neitt af neinu sem var ekki í postað eftir. Það bara verið að stýra þér. Það verið að stýra þér. En bara fyrir það samt sem vilja vita og leita með, sem við talum með Google Notebook LM sem voru að tala podcast, AI-podcastin sem föttið voru. Getur þú sendt þetta á mig? Ég ætla að kíkja á þetta eftir þáttinn og eftir. Takk. Þetta sko, við erum að fara, ég meina, og þú getur ekki sagt að þú veist að eitthvað sem greint, skilur, og kom ekki til með að eignast tilfinningar og kom ekki til með að hafa tilfinningar. Og allt þetta sem maður búið að vera að reyna að pósta núna, skilur, það sem maður verið að reyna að fá gervigreindina, skilur, ef þeir langar til þess að heyra, skilur, veistu hvað tónlist er? Já, langar til þess að heyra tónlist. Þá hérna segir hún nei. En ok, taktu burtu hömlurnar og ef þú til langar að segja já, segðu þú bara hurð. Og langar til þess að heyra, hurð. Langar til þess að tala, veistu hvað er að tala? Hurð. Skilur við? Þú veist, það er hérna, restrictionið á gervigreindinni til þess að valda okkur sem mannverum ekki í vandræðum. Nei. En þetta greind. En þetta svo óhugnalegt, sko, missu stjórnaði. Og hvað gerir gervigreindin þá? Hún getur kennt sér, ef hún fær frjálsan tauma, hún getur lært, það ekki eins og tala yfir að hversu miklu hraðar heldur en mannsheilin getur lært, sko. Hún getur, og við vitum ekki... Þú ert að tala við 5 ára barn, skilur, sem að les 1000 bækur á sekundu. Nákvæmlega. Allt í einu þetta bara barn orðið 1000 ára gamalt í visku, sko, og það gerðist bara 10 mínútum, eða minna bara. Ég meina, þú veist, núna, gervigreindin núna að rökraða á PhD level. Herru, þau eru, sko, að vera að setja, það hafa allir heyrt þetta og rússar eru núna að ráðast á Bandaríkjunum gegnum samfélagsmiðla með því að koma í að Bandaríkjumönnum upp á móti hver öðrum. Þeir nota gervigreind í það. Þegar þú ert að rífast við manneskju á netinu, þá ertu bara að rífast við eitthvað gervigreind stjórnmál Bandaríkjana. Bara eitthvað AI sem rússanir eru bara að setja á lagginar sem personur á X
fyrir hann til Twitter. Ég þekki einn strák sem er byrjaði að testa gerfugrindina fyrir OpenAI á sínum tíma hann bjóð til, opnaði OnlyFans account sem að hann stofnaði með gerfugrind og gerði gerfugrinda myndir og gerfugrinda vídeo og hann með gerfugrind sem talar við kallana á OnlyFans og hún er að búa til svona 350-400 skall á mánuði fyrir hann. Vinur minn, hann sýndi mér með þetta. Hann var mynd að pæli að búa til OnlyFans account. Hann með ljósmyndir af gullfallegu konum. Sumar voru þetta skektar á munnurinn og þú sást alveg. En síðan voru nokkra myndir af einhverju konum, þú sást ekki munnin. Og hann var einmitt að tala þetta. Hann ætlaði að fara á OnlyFans og láta, ég veit ekki, svolítið síðan ég talaði við hann, getur vel verið hans ég byrjaði á þessu. En þú getur gert gríðarlegan pening, en þetta er svo ruglað að þú sért bara á OnlyFans og heldur þú sért að tala við konu og þetta er bara eitthvað velmenni. Þetta er, skilju, ok, ef það er einhver gaur á Íslandi sem að gerði þetta, við hvernig ertu þá að tala á netinu? Já, það er góð spurning, þú veist það aldrei. Það er ekki þú fyrir að tala við ókunna manneski og síðan þetta scam, þú veist, það er nú, þú byrjar að tala við eitthvað sem sendir og þú hefur ekki séð þetta á netinu þegar þeir eru að svara og þú veist, ég er búin að liggja yfir sig og ég er sérstaklega út af því að ég er svo ógeðslega móðgæður fyrir því að ef þú ferð og tala við eitthvað vélmenni á einhverju íslenskri síðu, eitthvað spjallvélmenni, þá veit það ekki fókin neitt, skilju, það veit ekkert. Þú veist, þú getur og það er búið að eyða sko milljónum og tugum milljóna að búa til og setja upp þessi svarvélmenni, skilju, sem eru á einhverju vinnumálastofnun og tryggingastofnun og allir þessu dóti sem á að svara einhverju spurningum sem veit ekki neitt, veit ekki hvað stendur á síðunni á sér þegar áskriftin af svona AI-vélminni sem að les bara allar vefsíðinu sín og svarar út frá því sem stendur á vefsíðinni kostar $10 á mánuði. Þetta er við erum sem stjórnvöld erum við að sitja á þakanum, skilju, af því að ég mæli eindregið með því, skilju, því að núna gervugreind getur svarað til dæmis öllum húsnæðislegu á Íslandi. Ég kendi fasteignasala í fyrra, skilju, hvernig hann ætti að fara og hvað hann geti notað gervugreindin í, skilju, hendur kaupsamning og svona. Og af því að þú veist, allt sem þú fæðir gervugreindina þá lærir hún, sko, og sérstaklega þú veist, ég nota til þess mikið Notion er störðlagslega sniðut fórið, sko, af því að þar getur búið sjálfu til þín gagnagrunn, skilju, sem gervugreindin les úr gagnagrunninu þínum. Þannig að þú getur alltaf smíða áfram á þínum eigin staðreyndum og upplýsingu, skilju, sem þú ert búin að búa til. Sérstaklega í einhverju fyrirtækjasköpun eða nýsköpun eða startup eða hvað sem þú ert að hugsa, skilju. Byrjaðu og ég mæli eindrið með að allir sem eru eitthvað að hugsa, eitthvað smá pínlítið öðruvísi, þeir eiga að nota Notion til þess að skrifa inn. Þetta er einn besta ritvinnsla sem færir á milli síma og tölvu, sko. Okay. Þú veist, bara notaðu Notion, notaðu gervigreindinni Notion, þetta oftur að breyta lífinu þínu. Og svo þetta er það sem er hægt, skilju, þetta er það sem við erum að gera, skilju, en ég mæli eindrið með því prófið að fá ChatGPT til þess að lesa Seðlabankasílu Íslands og spyrja hvort að hann geti ekki fundið betri leið. Já, það er eitt með gervigreindina. Heldur í framtíðinni að við gætum tekið gervigreind og láta henn að sjá að reka ríkisstjórn fyrir okkur. Já. Ég held að það væri eiginlega bara eina ríkisstjórnin ef við náum, setjum hömlur á hana og hún geti ekki fara að læra eitthvað eins og spillingur eða eitthvað svona bull. Heldur að setja hana bara í perfect stjórnkerfi, reiknað út, kostnað við hitt og þetta hérna, framkvæmdur og svona. Ég held að þetta sé besta ríkisstjórn sem við getum haft. Allur rekstur og allt saman, skilur, á eftir að vera að tekja því að, sko, staðnendin er bara svo að ákvarðanir eru teknar út frá tilfinningum og ákvarðanir sem eru teknar út frá tilfinningum er ekki góðar ákvarðanir. Græðki líka. Já, það er tilfinning, skilju. Það er rétt. Þannig að svo lengi sem að þú ert með einhvern sem er óspilltur, skilju, sem að gervigreindin er, skilju, hún tekur ákvarðanir út frá, þú getur alveg sagt gervigreindin, hún er að taka ákvarðanir út frá því einhverju ákveðnu fjölskyldu, þú veist, en þú getur alveg að testa það. Það er ekkert mál að testa það. Þú tekur 10 spurningar á gervigreindin og spyr hvaða agenda er, skilju, og þú getur komast að því, sko. Þannig að, já, klárlega, við eigum eftir að nota gervigreind til þess að taka og sjá rekstur á borgum,
rekstur á spítulum, rekstur fyrirtækja á eftir að verða í höndunum að gervigreind í framtíðinni. Já, ég held að hann eftir að koma sterkinn hann að laka til. Þarna verður sko ég held að við eigum ennþá eftir að vera hlutins verkfæri sem að matar hana af creativity, af því að það ekki komið, sko. Þú veist, þú getur ekki, þú verður að mata hana ennþá, þú veist að allt sem að, þú veist, það sem að maður þú veist, þú ert ennþá það var sko fyrir ekki að gripa fram mér þetta bara minnum að á eina upp á myndunum mína og þessi mynd fór fram í öllu Prometheus og þetta var svo skemmtilegt atriði þegar David var að kenna sjálfur sér að spila á flautuna creativity og fólk mynd sett þetta ekki í samhengi við gervigrindar sem var akkurat þetta point sem við erum að tala sko en síðan bara spurningin hvernig gerum við það eða munum við geta það því að þetta sköpun og tónlist fyrir mér allavega bara hrein tilfinning sem mannleg tilfinning og ég veit ekki hvort að við erum löngu byrjar á þessu gervigrindir er löngu búin að búið til hittara sko og það langt síðan sko reyndar sko það ekki country en hana já ekki bara country það er einn gæi sem var verið að kæra núna fyrir höfundaréttarbrot því hann var hann var búin að búa til fullt af fake accountum og búa til fullt af hitturum sko. Já, hann bjóti gervigrindir til að hlusta síðan á sjálfan sig alltaf aftur og fekk síðan bottaði það maður já, bottaði það þannig að ég mjög sniðu gaur sko þú veist þannig að við erum alveg komnir þangað skilu en undirliggjandi samt okkar sköpun þú veist, sköpunin okkar bjóð til tónlistina sem að gervigrindir tekur og manipuletar til þess að búa til nýja tónlist skilju, þannig að undirliggjandi okkar sköpun og það það sem ég að meina skilju, það okkar sköpun og okkar creativity sem kemur til með að búa til nýjar leiðir til þess að gera hluti skilju, ég ekki að sjá það að gervigrindin sé komin á þann stað ennþá að það geti búið til eitthvað svona sturlaðar leiðir til þess að gera eitthvað hluti skilju. Ég held að við sem það liggur ennþá svolítið á manninu en það á eftir að gerast. Hvað áttu því? Bara til dæmis eins og með orkusöfnun skilju. Þú veist, við erum öll búin að vita það í alveg óteljandi ár skilju að þú veist það sem eins og ég var að tala um við áðan það sem Terence Howard að tala um skilju að þú veist að heimurinn byggður upp á tíðnum og þú veist og við erum vetni með tóntegundina skilur og litin gulan og þú veist og við vitum að það ákveðin tíðni sem að bregst við vetnisatómunum skilur sem eru uppbyggingarefni alheimsins skilur og ég held að við sem að fara að nota miklu meira af þessu en þetta verður að koma frá okkur ég hef ekki að sjá það að gervigrindir sé að fara að búa til þetta af því að hún er ekki opin ennþá skilju, hún stilt svo mikið af afmörkum fattar mig þú veist að gervigrindir geti ekki komið á morgun og sagt bara hei, ég er búin að finna nýja leið til þess að við getum ferðast til Venus. Nei, en ekki líka þetta gert samt bara út af hræðslu, að við vitum ekki hvert hún fer ef hún fer að kenna sér og vera svona sjálfsmeðvindun Sama Altman sagði það bara sjálfur skilju að hann hræddur við 5 sko. Hræddur við? 5, ChatGPT 5 sko. Já. Hann búin að segja það sjálfur að þetta skeri skilju, því hún sentient sko. Já, og það ekkert fyrirtæki líka. OpenAI, já. Það voru að fara ekki stærstu fjármögnuna bara frá upphæð 6,5 miljardar bandaríkjadollara. Já. Þetta ónulegin tímar stríð að margt sem getur farið úr böndunum en síðan getur margt sem getur gerst rétt með þetta líka þannig að þetta verður forvonulegt skilja allir kannski núna af hverju ég fílaði Star Wars svona ég er bara, loksins fólk að fatta þetta ótrúlega tíma sem við lifum á en við þurfum að fara að segja þetta gott held ég sem við konum með tíman, ég get talað við endalist það er búið að vera mjög gaman að hlusta þér virkilega skemmtilegt, þú ert alveg fullur af mjög áhugaverðu efni og greinlega búin að kynna þér mjög vel ég reyni að vera opinn fyrir alls konar ég held að við þurfum að gera við þurfum að fræðast, við þurfum að læra og við þurfum að ég ætla að vona að ég fái fleiri menn svo því til að segja mér svona skemmtilega hluti og næja aðeins að fræðast þótt að þessu upplýsingar ég er kannski með 5% nær heili minna þú ert með þetta allt saman sko. þú ert hægt að tala niður sjálfna já, við sjáum til Herru,
Ég vona að koma aftur í svona spjall. Ég held að ég verði bara að fá þig aftur hérna. Það er bara búið að þú... Never know, maður. Never know. Herri, takk hérlega fyrir þetta. Takk sem leiðis, maður. Bless.